Komiði sæl og velkomin í Kryddsíld í 27. sinn. Við erum í Perlunni að þessu sinni með útsýn vítt og breitt, fullt af fólki, ferðafólki, þið heyrið aðeins kliðinn og metfjöldi við hringborðið, eða ekki hringborðið að þessu sinni, það er öðruvísi borð, þar sem sitja leiðtogar eða talsmenn 8 flokka í lok viðburðaríks árs í pólitíkinni. Og þar verðum við, en við brjótum upp umræðurnar af og til með fréttaannálum og ljúfum tónum og svo kynnum við að sjálfsögðu val fréttastofu Stöðvar 2 á manni ársins. Og það er svo sem ekki eftir neina að bíða. Það eru 10 tímar eftir á gamla árinu 2017. Yfir til ykkar, Thelma og Heimir. Já, takk fyrir þetta, Edda. Og hingað eru komnir forystumenn stjórnmálaflokkana, 8. Og við ætlum að fara vítt og breytt hér hið pólitíska svið og vera að sjálfsögðu á léttunótunum eins og við hæfi á þessum síðasta degi ársins. Ég ætla að kynna hér mér á vinstri hönd situr Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, vertu velkomin. Takk fyrir það. Og til hliðar við hann situr Inga Sæland, formaður Flokks Fólksins, vertu velkomin, og svo það Þorsteinn Víglundsson sem hér situr fyrir hönd Viðreisnar. Og hann þingmaður Viðreisnar og svo endanum þar Auður Stóll að vanda en þar á heima Katrín Jakobsdóttir, formaður Vinstri grænna og forsætisráðherra, en hún að taka upp áramóta ávarpið sitt eins og venjan á nákvæmlega þessum tíma á allt annarri stöð. Tölum ekki hana. En hérna hægra megin situr Logi Einarsson, formaður Samfylkingarinnar, Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, þingflokksformaður Pírata og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins. Já, en áður en við hefjum leikað þá skulum við aðeins líta í baksýnisspegilinn og horfa yfir árið og sjá okkar helstu fréttamál. Þetta var til dæmis svona. Fréttaárið 2017 var viðburðaríkt í víðum skilningi. Pólitíkin nötraði, náttúran og veðurguðirnir gerðu hressilega vart við sig og bylting átti sér stað. Árið hófst hins vegar með máli sem verður greift í minni þjóðarinnar. Farið var í umfangsmestu leit síðari ára þegar 20 kona hvarf spárlaust úr miðbæ Reykjavíkur hinn 14. janúar. Nokkrum dögum síðar kom í ljós að var að ræða eitt stærsta sakamál sem upp hefur komið hér á landi. Fjölskylda og vinir 20-árar stúlku Birnu Brjánsdóttur leita nú að henni í borginni en ekkert hefur spurst til hennar frá því aðfaranótt laugardags. Það engar vísbendingar til. Lögreglan bara einhvern veginn lost í þessu máli og finnur ekkert. Degi síðar, mánudaginn 16. janúar, lýsti lögregla eftir ökumanni bíls sem sést hafði á sömu slóðum og Birna og boðaði í framhaldinu til blaðamannafundar. Við rannsakaði þetta sem mannshvarf. Eftir það tók við allsherjarleit sem nær öll þjóðin tók þátt í og atburðarásin var hröð. Já, nú erum við hér í Hafnarfirði og hér fundust skópar. Rauður Kia Rio bíll hafi sést á Hafnarfjarðarhöfn á laugardagsmorgun við sama stað og skór Birnu fundust. Einnig að grænlenskir sjómenn hafi leigt þennan bíl síðustu helgi sem hafi verið í togara við Hafnarfjarðarhöfn en hafi farið úr landi á laugardag. Á þessum tímapunkti hafði Pólar Nanok verið snúið við og í framhaldinu fóru sérsveitarmenn ríkislögreglustjóra með þyrlu landhelgisgæslunnar borð í togaran og hann tók við 3 menn, þá Tómas Möller Olsen, Nikolaj Olsen og 3. skipverjan sem aldrei hefur verið nafngreindur en hann var látin laus skömmu eftir handtöku. Pólar Nanok kom svo til Hafnar laust fyrir miðnætti þann 18. janúar. Eins og fram hefur komið í fjölmiðlum í dag voru 2 hinna handteknu færðir fyrir dómar í dag þar sem að krafist var gæsluvarðhalds yfir þeim. Það var svo sunnudaginn 20. og 2. janúar sem Birna fannst. Nú staðfest hefur verið að líkið sem fannst við Selvogsvita á sunnudag sé af Birnu Brjánsdóttur og að manndráp hafi verið að ræða. Gríðarleg sorg ríkti í samfélaginu og lögðu þúsundir leið sína í miðbæ Reykjavíkur og víðar og minntust Birnu. Það var hér við Laugaveg 31 sem fólk stöðvaði og lagði niður blóm og kerti til minningar Birnu, en það var einmitt hér sem hún sást síðast. Fimmtudaginn 2. febrúar var öðrum skipverjanum en Nikolaj Olsen sleppt úr haldi og 2 mánuðum síðar var ákæra gefin út á hendur Tómasi Möller Olsen. Tómas Möller Olsen var í héraðsdómi Reykjaness í dag, dæmdur í 19 ára fangelsi fyrir morðið á Birnu Brjánsdóttur og stórfellt fíkniefnalagabrot í janúar síðastliðnum.
Sem fyrr segir var Birna Brjánsdóttir tvítug þegar hún lést og vafalaust verður hennar minnst ókomna tíð, enda hreyfði þessi unga kona við þjóðinni allri. Fleiri féllu frá með voveiflegum hætti á árinu sem að líða, eða 4 talsins. Arnari Jónssoni Aspar var ráðinn bani á heimili sínu við Æsustaði í Mosfellsdal í júní og var Sveinn Gestur Tryggvason í kjölfarið dæmdur í 6 ára fangelsi fyrir verknaðinn. Þá lést Sanita Brána í september eftir stórfellda líkamsárás og hefur karlmaður á fertugsaldri, Khaled Cairo, verið ákærður vegna málsins, en hann sakaður að hafa veistað Sanitu með glerflöskum og slökkvitæki. Klefis Súla lést 3. desember eftir að hafa verið stunginn með hnífi við Austurvöll í miðbæ Reykjavíkur. Íslenskur karlmaður á 30-aldri situr í gæsluvarðhaldi, grunaður að hafa orðið honum að bana. Alvarlegt umferðarslys varð á Suðurlandsvegi í Eldhrauni skammt vestan Kirkjubæjarklausturs á milli jóla og nýjárs. Þegar rúta með tæplega 50 kínverska ferðamenn valt, með þeim afleiðingum að lést og tugir slösuðust. Björgunar aðgerðirnar á slysstað voru þær umfangsmestu á Suðurlandi á þessari öld. 15 létust í 13 banaslysum í umferðinu á árinu 2017. Og árið 2017 var viðburðaríkt í pólitíkinni. 11 dagar voru liðnir af árinu þegar loks tókst að mynda ríkisstjórn 74 dögum eftir kosningar. Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins, Bjartarar framtíðar og Viðreisnar var kynnt í Gerðarsafni í Kópavogi í dag. Og Sigríður Andersen dómsmálaráðherra var í sviðsljósinu þegar hún skipaði dómara í Landsrétt. Ráðherra skipti út 4 þeirra sem dómnefnd taldi hæfasta og setti aðra 4 umsækjendur á listan sem síðan var samþykktur eftir heitar umræður á Alþingin 1. júní. Hæstiréttur dæmdi 2 þeirra sem ekki fengu skipan í embætti 700.000 krónur í miskabætur. Ráðherrann segist ekki þurfa að íhuga stöðu sína. Mál vörðuðu uppreist æru Róberts Downey og Hjalta Sigurjóns Haukssonar dæmdra kynferðisbrotamanna voru mikið til umfjöllunar á árinu. En meðal þess sem gagnrýnt hefur verið að ekki hafi verið gegnsætt ferli að ræða og upplýsingar hverjir mæltu með því að umsóknum slíkt yrði samþykkt lægju ekki fyrir. Málið tók svo nýja stefnu miðjan september. Faðir Bjarna Benediktssonar forsætisráðherra skrifaði undir umsókn Hjalta Sigurjóns Haukssonar dæmds barnaníðings uppreist æru. Viltustu bíómynd eða rugluðustu skáldsögu hefði maður ekki getað dottið þetta í hug? Ég taldi rétt og lét forsætisráðherra vita af því á þeim tíma í lok júlí. Í kjölfarið varð atburðarásinn hröð. Björt framtíð boðaði til stjórnarfundar kvöldið þar sem niðurstaðan var að Ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar fallin. Forsætisráðherra og dómsmálaráðherra leyna í tæpa 2 mánuði þeim upplýsingum sem þau búa yfir. Ég hefði ekki getað sjálfur skrifað undir slíkt meðmælabréf og ég mun aldrei reyna að verja það ágjöf. Bjarni Benediktsson forsætisráðherra baðst í dag lausnar á fundi með forseta Íslands. Og vendingunum á hinu pólitíska sviði var hvergi nærri lokið. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, fyrrverandi forsætisráðherra og formaður Framsóknarflokksins, hættur í flokknum og ætlar að stofna eigið stjórnmálaafl. Vonandi verða sem flestir tilbúnir til þess að taka þátt í því. Nýr flokkur Sigmundar Davíðs hefur fengið nafni Miðflokkurinn. Og formannsskipti urðu í Viðreisn. Þorgerður sem okkar nýji formaður þekktur baráttu í Jaxl. Sýslumaðurinn í Reykjavík varð við lögbannsbeðinni Glitnis Hólkó á fréttaflutning Stundarinnar en í aðdraganda alþingiskosningana fjallaði blaðið viðskipti forsætisráðherra. Bjarni Benediktsson forsætisráðherra segir að ákvörðun Glitnis Hólkó hafi skaðað sig. Ég hef aldrei farið fram á það að fréttir verið stöðvaðar eða lögbann lagt á mál sem vörðuðu almenning. Landsmenn gengu svo til kosninga þann 28. október í annað sinn á einu ári. 8 flokkar náðu mönnum inn á þing í kosningunum í gær og hafa aldrei verið fleiri. Björt framtíð þurrkaðist út. Þegar ég kom heim í morgun þá var allt í rugli. Þetta svona dabrara heldur en maður hafði leyft sér að vona. Óhætt að segja staðan varðandi mögulegar stjórnarmyndunar viðræður sé afar flókin. Gömlu stjórnarandstöðuflokkarnir reyndu fyrsta myndastjórn en það gekk ekki eftir og skömmu síðar hófu Sjálfstæðisflokkur, VG og Framsókn viðræður sem báru árangur þegar ný ríkisstjórn var kynnt í lok nóvember. Nei, ekki þetta rugl, skilji.
Harmsaga kísilversins í Helguvík var áberandi í fréttum á árinu. Við erum vön að fá vondar fréttir frá United Silicon og Helguvík því miður. Íbúar hafa kvartað undan öndunarfæra vandamálum og sumir hverjir þurft að leita sér læknis. Ég hef ekki getað sofið með opinn glugga frá því þetta kom upp. Þolinmæði gagnvart verksmiðju United Silicon í Helguvík á þrotum. Ég vil láta loka þangað til við göngum og skuggum það að ýtrustu kröfum sé gætt. Mikill reykur gaus upp í verksmiðju United Silicon í nótt og var slökkviliðið kallaði verksmiðjunni í 3. skipti á 3 mánuðum. Það má segja að við höfum farið á snemma stað. Og í framhaldi af þessu tóku við fjárhagsleg vandræði. Héraðsdómur Reykjaness veitti í dag stjórn sameinað Silicons EHF heimild til greiðslustöðvunar. Það liggur því ekki fyrir hvort og þá hvenar starfsemi kísilverksmiðjunnar verður framhaldið af fullum krafti. Og til þessa kórónahrakfarinnar var stofnandinn og fyrsti forstjórinn sakaður stórfelldan fjárdrátt. Ýmislegt virðist ekki stemma. Heimsmót skáta sem haldið var á Úlfljótsvatni í sumar tók óvænta stefnu á mótinu og skömmu eftir að því lauk. Það var hér á Úlfljótsvatni sem á 7. tug skáta sýktist að því sem talið vera nóróveira. Töluverður viðbúnaður hér við Fjöldahjálparstöðina í Hveragerði. Allir viðbragðsaðilar eru með öndunagrímu og hlífðarhanska. Fjöldahjálparstöðinni í grunnskólanum í Hveragerði var lokað 10-leytið í morgun þegar síðustu skátarnir voru útskrifaðir. Þúsundir kvenna víða heim hafa undanfarnar vikur greint frá kynferðislegu áreiti sem þær hafa orðið fyrir í gegnum tíðina undir myllumerkinu MeToo. Hér á landi einnig notast við merkið höfum hátt. MeToo-byltingin á pari við baráttu fyrir kosningarétti kvenna í upphafi 20. aldar. En þið líður illa á meðan það gerist og þið finnst eins og þú hafa kannski borið ábyrgð á því og það það sem við viljum breyta. Eins og við höfum opnað sár sem við höfum allar vitað og öll vitað af lengi. Við erum búin að opna sárið og okkur langar rosalega að geta lokað því strax aftur. Kannski hefur þetta verið þannig að mörk kvenna hafa líka verið að breytast. Konur eru farnar að skilgreina sín eigin mörk miklu skýrar en áður. Myllumerkið höfum hátt varð til hér á landi eftir að fórnarlömb Róberts Downey stigu fram sem varð að endingu til þess að ríkisstjórnin féll. Þú rændir okkur æskunni, þú rændir okkur frelsinu. Þetta okkar líf og okkar saga. Hvorki þú, né lögfræðingur þinn, né vanhúsu lög geta þaggað niður í okkur. Og þetta var fréttaárið 2017 í örfáum myndum og orði. Og að því sögðu óska starfsmenn og fréttamenn Stöðvar 2, Bylgjunnar, Vísis og Fréttablaðsins landsmönnum gleðilegs nýs árs og farsældar á komandi ári. Já, það voru mörg stór fréttamálin á þessu ári og áberandi var einmitt sá maður sem að situr mér hér á vinstri hönd, Bjarni Benediktsson. Hvað stendur svona upp úr hjá þér á þessu ári, svona í þínu starfi aðalega? Já, ætli það standi nú ekki upp úr þegar að ég heyrði símann hringja á náttborðinu rétt miðnætti 14. september. þar sem ég bara svona var byrjað að slefa í kottan. Akkurat. Og línunni var maður sem sagði mér að hann hefði ákveðið að stíga út úr ríkisstjórninni. Akkurat. Og hvernig var þið við? Ég átti erfitt með að trúa þessu ef ég á að segja alveg sögur. En síðan tók við ótrúleg atburðarás næstu klukkutíma þar sem að aðrir flokkar sáu tilefni til þess að byrja að funda. Og svo ringdi alls konar yfirlýsingum morguninn og fullkomið paník og rugl. Og það liðu ekki margir dagar þar til að ég sá alveg fram á það. Það var ekki hægt að halda neinum meirihluta eða mynda nýjan heldur á þinginu og þess vegna fór ég með þessi skilaboð á Bessastaði að það þyrfti einfaldlega að kjósa til að koma aftur röð og regla á hlutina og við gerðum það. Og í gær sá ég könnun sem sýndi að ný ríkisstjórn nýtur stuðnings 75% Íslendinga rétt þar bil. Þannig að ég er ánægður með það. Hér á síðasta degi ársins þá tókst það að koma aftur röð og reglu á hlutina. Minnstakosti þannig að það er komið traust á stjórnina sem að situr. Logi, hvernig var árið svona, hvað finnst þér standa upp úr pólitíska árinu? Þetta er klárlega ár kvenna. Það er rísa upp og vonum seinna og
stíga bæði fram gegn kynbundnu ofbeldi en síðan auðvitað ekkert síður gegn þessari svona óheilbrigðu menningu sem þrifist hefur hér í árhundruð og árþúsund og nú bara komið tími fyrir okkur kalla að taka búningsklefa menninguna og leggja hana bara til hliðar og gefa konum þann sess og sýna þeim þann virðingu sem þær eiga skilda. Síðan þetta náttúrulega merkilegt ár fyrir þær sakir að Sjálfstæðisflokkurinn nær á einu ári að í rauninni vefja 4 flokkum fingur sér og snúa þeim til fylgislagsvísi. Það merkilegt. Og ykkur tókst kannski, okkur tókst að forðast það. Já, þið kannski hefur það líka ofalega á listanum að ykkur tókst ekki að vera með í ríkisstjórn. Já, okkur var nú boðið að fara í slíkar viðræður, við höfnuðum því og fyrir þær eru ástæður sem við skulum ekkert vera að ræða hér á þessum degi. Nei, við skulum fara kannski nánar út í það eftir. Inga, þú stökkst inn á hið pólitíska svið bara með, offorsi nánast, þú bara komst þarna og sást og sigraðir. Hvað stendur upp hjá þér á þessu ári? Já, nákvæmlega það sem hún segir að þetta hefur verið merkilegt ár fyrir margar sakir og já, við erum sem sagt komin á þing, flokkur fólksins með 4 þingmenn, það er ótrúlegt. Jafnvel þó að sumir vil nú halda að ég hef nú bara grátökurinn á þingið en jú, kannski gerði ég það, ég veit það ekki. Þú fékkst nú nokkur atkvæði út af það. Já, það en núna ertu kannski orðin stjórnandi grátkorsins, Inga. Hefði ég nú verið helviti klók. Inga, ertu kannski orðin núna stjórnandi grátkorsins? Þú ert komin inn á þing? Heyrðu, sko, korsins? Grátkorsins? Já, ég að reyna nú, nei, ég vil stofna þingkórin. Það sem ég er alltaf að segja, ég sé fyrir okkur hérna, eins og þið sjáið, það er ekkert nema samansamna frábæru fólki hérna og það sem hefur heillað mig svolítið mikið að sjá að hér eru 8 flokkar eins og allir vita inn á þingi en við erum öll svo frábær, jáfnvel þó við séum með ólíka hugmyndafræði þá held ég að við séum nú bara virkilega elskuleg hvert fyrir annað og við gætum gert alveg ótrúlegustu hluti saman og sendt þau skilaboð út í heimsbyggðina. Það er allt takt ef viljunni fyrir hendi og það er mín bjargfasta trú. Sigurður Ingi, það kannski á við þig líka og Framsóknarflokknum, það er allt takt ef viljunni fyrir hendi. Það er ekki spáð fyrir ykkur í síðustu kosningum en svo fór sem fór. Er það sem stendur hæst ykkur hjá þér á árinu? Já, ef þú ert að tala pólitískt, þá horfum brott frá því sem við vorum að fylgjast með hérna áðan. Það var líka svolítið ár kannski sem við segjum okkur hvernig Ísland og samfélagið Ísland. Að þetta Birnumál heltók auðvitað huga okkar allra og við sýndum okkar kannski bæði það besta sem gerist í svona þjóðarsálinni. Síðan fórum við í pólitíkina í gegnum svona dálítið mjög erfiða tíma myndi ég segja, fyrir alla pólitík í sumar og haust og það endaði með við kjósum sko aftur. Einu ári eftir við kjósum síðast. Sem að var auðvitað bara afleitt. Og ég búinn að vera á þeirri skoðun mjög lengi og auðvitað hefur verið átök innan Framsóknarflokksins sem enduðu auðvitað með því sem allir þekkja. Og alveg rétt sem þú segir að var ekki spáð vel fyrir okkur upphaflega. En það sem ég lærti á þessu ári að ef menn eru einbeittir í markmiðinu og ég búinn að vera á þeirri skoðun mjög lengi að það sé nákvæmlega svona stjórn sem núna við völd á Íslandi að það sé hún sem að almenningur á Íslandi hefur verið kallað eftir. Þar sem þú getur litið til stjórnarinnar og haft traust á því að hún muni sitja og stjórna. Og já, það er engin launung á því. Ég hef haft það markmið mjög lengi og það gekk eftir og ég auðvitað bara nokkuð ánægð með þetta ár. 5 kosningar á 10 árum. Já, svo fyrir við til Viðreisnar og þín Þorsteinn Víglundsson. Formaðurinn er ekki hér, Þorgerður Katrín. Nei, hún er stödd erlendis, þannig að ég hljópi í skarðið fyrir hana. Já, gott hjá þér. En eins og Bjarni var að lýsa hérna áðan, þið náttúrulega áttu stóran hlut í því sjónarspili öllu, eða voruð náttúrulega, voruð þið fórnarlönd þess, eða? Já, þetta var náttúrulega bara mjög áhugavert ár, pólitískt séð í alla staði. Ég tek reyndar undir með loga, ég held að þetta sé fyrst og fremst ár jafnréttisins. Þessi MeToo-bylting höfum hátt, ég held að það sé það sem að klárlega stendur upp úr á árinu fyrir utan auðvitað kosningar en síðan eins og Sigurður Ingi kom inn á Birnumálið í upphafi árs sem að sameinaði svo sannarlega hjörtu þjóðarinnar í þeim mánuð og allt áriðurinnar. En jú, þetta hefur verið mjög áhugavert ár og það bjóstu svo menginn við því að vera að fara í kosningar hér aftur í haust. Ég held hins vegar að með fullir virðingu að þá kannski taki menn það heldur ekkert nægilega alvarlega ég held að í sjálfu sér hafi málið sem olli stjórnarslitunum ekki verið ástæða til þess að slíta stjórnarsamstarfi en það var alvarlegt engu að síður og
það mætti nú alveg nálgast það mála meira auðmýkt kannski heldur en gert og einmitt það sem í umræðinu meðal annars í MeToo-byltingunni höfum hátt og við sjáum bara hvaða áhrif þetta hefur haft. Ég trúi því og það það sem kannski muni þegar framísækir standa upp úr á þessu ári að þetta verði til raunverulegra breytinga á íslensku samfélagi, breytinga sem skipta miklu máli. Sunna, hvað stendur upp úr hjá þér svona fréttalega pólitískt á árinu? Já, ég tek undir með mörgum hér að höfum hátt og kannski sérstaklega höfum hátt hafi verið ákveðin hápunktur á árinu pólitískt þegar að 4 konur og einn maður hafa hátt og koma sínu máli alla leiðina inn á þing og verða þess valdandi að heil ríkisstjórn springur. Ég held að við höfum ekki séð svona áhrifamikla réttindabaráttu almennings í lengri tíð sem hefur jafn mikil áhrif á pólitíkina og við sáum þar. Þannig að ég get sagt að það sé mjög stór punktur á árinu. Svo verður að segjast líka bara lýðræðið almennt, hvernig ég horfi á það, hefur staðið svolítið höllum fæti. Þótt að við höfum nú kosið að þá hef ég áhyggjur af því þegar að sett lögbann á fjölmiðil og það fær að vara í svona langan tíma, það ennþá í gildi og það veldur mér verulega áhyggjum fyrir lýðræðið okkar. Sömuleiðis þá vafi svona réttlæti í skipun dómara í Landsrétt og svona ýmsir aðrir þættir, náttúrulega Trump-orðinn forseti og þetta svona grefur undan kannski þessum grunnstoðum sem við höfum, réttaríkið, lýðræðið og mannréttindi og maður hefur svolítið áhyggjur af því. Sigmundur Davíð, þú gengur út úr elsta stjórnmálaflokki landsins, klífur hann, stofnar þinn eigin flokk, nýjan flokk. Hvað stendur upp úr hjá þér? Já, það var nú vísbending. Þetta er að leiðandi spurningar. En svona vinnulega séð allavega, þá var það stofnun Miðflokksins og ég lít nú endur ekki svo á að í því hafi falist klofningur Framsóknarflokksins. Það gerist áður. En það sem var skemmtilegt við stofnun Miðflokksins það var gaman að vinna með þeim stóra hópi, ótrúlega stóra hópi, og kom mér mjög óvart hversu margir komið, sem að setti saman þennan flokk, skipulag hann svona til bráðabirgða minnsta kosti og undirbjó kosningabaráttu á örfáum vikum og náði stærsta sigri sem að nýr flokkur hefur nokkuð tíma náð í kosningum. Svoleiðis að það var mjög ánægjulegt að taka þátt í því og tilhlökkunar efni að halda áfram þeirri vinnu núna þegar við förum að svona byggja upp innviði flokksins á nýju ári. Því að þó maður mæti nú á marga fundi í þessu starfi og það getur stundum verið þreytandi, þá hver einasti fundur með þessu fólki tilhlökkunarefni. Það er orðið skemmtilegt að vera í vinnunni. Já, þið hlakkaði ekki lengur til funda í Framsóknarflokknum, en við erum kannski að vona að forsætisráðherrann sé að sigla í hús, hún vonandi búin að lesa áramótaávarpið sitt. Sæl aftur. Hér erum við í Kryddsíld stöðvar 2 á björtum og fallegum síðasta degi ársins og forsætisráðherra mættur til leiks. En fyrst þetta, eins og vanalega hafði fréttafólk stöðvar 2 vakandi auga með öllu sem gerðist á árinu hvar sem var og sem betur fer mátti finna þar eitt og annað af léttara taginu. Man til dæmis einhver eftir ananas í tengslum við, já, nei, já, allavega, hvað sem þá ætlar hann Sindri Sindrason að rifja þetta upp ásamt fleiru sem gerðist á gamla árinu 2017, svona eins og Sindra lagið. Já, það gerðist margt áhugavert á árinu sem að líða og við ætlum að líta á nokkrar skemmtilegar, skondnar og spaugilegar fréttir. Árið byrjaði auðvitað ekki vel, en hann Guðni T.H. Jóhannesson forseti Íslands varpaði bombu inn í stóra ananas á pítsumálið í menntaskólanum á Akureyri í febrúar. Guðni hafði þegið boðið nemendafélagsskólans að kíkja í heimsókn og spjalla við nemendur. Þegar hann var spurður hver afstaða hans væri til ananas á pítsu, stóð ekki á svari. Guðni sagðist vera alfarið á móti ananas á pítsur. Ljóst að hitamál að ræða og líkur á að þarna misti Guðni nokkur atkvæði. Já, ekki byrjaði þetta vel og álagið á landan minnkaði ekki, en gríðamikill snjór féll í Reykjavík í febrúar og Íslendingar auðvitað alltaf jafn hissa á öllum þeim snjó sem gat kyngt niður. Það var ekki mikið verið að grilla hérna á Selfoss í dag, enda hálf ófært af blessuðu grillinu. Enn eitt meti var að ræða, 51 cm af jafnfjöllum snjó í borginni. Maður fór ekki langt á pappa í dag hér á Selfossi, enda allt meir og minna óvart, bíllinn bara í stæðinu og bakaða bollur. Fólk var hvatt til þess að hafa hægt sig og fara alls ekki af stað á vanbúnum bílum sem alltaf einhverjir hlusta ekki á.
Já, þetta það sem við tók í morgun þegar fólk fór svo á stjá. Fastir bílar, ófæra götur. Meira svo við festum okkar. En fegurðin við svona daga hjálpsemi og samstaða fólks. Og maður getur ekki bara hort á, heldur tekur maður þátt í að ýta. Því þegar allir hjálpast að, þá gerast kraftaverkin. Einmitt. Nú, það höfðu allir auðvitað áhuga á skoðun og ekki bara skoðun heldur réttu skoðunina á samfestingi Ragnhildar Steinunar sem hún klæddist á söngvakeppni sjónvarpsins í mars sem þótti ansi líkur samfestingi úr vorlínu tískuhússins Balmain. Augljóslega stuldur, sagði Linda Björg Árnadóttir hönnuður og lektor í fatahönnun við Listaháskóla Íslands. Já, mér finnst þetta vera klárlega stuldur. Þetta eiginlega nákvæmlega eins flík. Og ég meina það ekkert út á hann samfesting að setja, en hann samt sem áður stolinn á tískupalli. Allir gátu þó verið sammála að Ragnhildur var fín í þessu eins og öllu öðru. En stærsta fréttin og það sem allir, nánast allir, höfðu beðið eftir, gerði svo í maí. Verslunin, skemmtigarðurinn og félagsmiðstöðin Costco var opnuð. Fjölmenni var komið saman við verslunina í Kauptúni Garðabæ, eða svona. Þá strax voru 40.000 manns orðnir meðlimir fyrirtækisins og var fylgst með opnunin í beinni útsendingu, en fyrsti viðskiptavinurinn keypti sér hnetur, bara á Íslandi. Þú þurftir ekki að versla meira en þetta? Ég þurfti ekki að versla meira en þetta, hneturnar duga. Þið eru komna með eitt stykki sjónvarp. Var það nauðsynlegt? Og menn keypti ekki bara hnetur, jarðarber og vínber sem eru reyndar enn brjálæðislega vinsæl. Nei, allt var keypt. Meira að segja ákvað Gunnar Páll Tryggvason að kaupa gíraffann fræga. En svona honum til varnar, þá var hann með fertugsamali og var reyndar með garpartí og gíraffinn reyndar geggjaður og sló auðvitað í gegn. Fleira skrítið og pínu fyndið gerðist á árinu, en í júli ákvað einhver að aka bíl sínum upp Esjuna með þeim afleiðingum að hann festist. Ökumaðurinn skildi bílinn eftir á fjallinu, björgunarsveitir voru fengnar í verkefnið og vonandi að enginn fái sömu hugmynd árinu 2018. Og talandi öðruvísi. Björt Ólafsdóttir, fyrrverandi umhverfisráðherra, ákvað að auglýsa kjólamerki vinkonu sinnar og lét taka mynd af sér í kjól á Alþingi. Það fór ekki vel í alla, ekkert má nú lengur. Og svo það hinn stórfréttin á árinu og það sem allir höfðu beðið eftir. Það gerðist í lok september. Uppáhaldsverslun Íslendinga kom loksins til landsins, sjálf H&M, og hefur hamingjustuðull landans án efa farið talsvert upp á við síðustu mánuðina. Án efa. Já, líf og fjör. Nú í lok október kom þáverandi umhverfisráðherra dýravinum skemmtilega óvart þegar hún undirritaði breytingu á reglugerð hollustuhætti hunda og ketti á veitingastöðum og mega nú eigendur eða rekstrar aðilar veitingastaða leyfa gestum að koma með hunda og kettin á veitingastaði og þurfa ekki að biðja sérstakt leyfi. Nú tónlistamennirnir Jói P. og Króli slógu rækilega í gegn á árinu, sérstaklega með laginu B.O.B.A. Það lag byggir á fleygum orðum sem tónlistarmaðurinn Bubbi Morthens lét flakka í beinni útsendingu árið 2002. Þá ætlaði Bubbi að stafa orðið bomba, en í miklum ákafa gleymdist einn bókstafur. Já, og svo trúlofaðist Harry Bretaprins leikonunni úr Suits sem sýndir eru hér á Stöð 2, Meghan Markle. Það verður eflaust geggjabrúðkaup. God save the Queen! Og landsmenn sátu límdir yfir hana strepleiðinlegri athöfn í Moskvu þegar dregið var í riðla fyrir sjálft heimsmeistaramótið í fótbolta sem fer þar fram næsta sumar. Hvernig kviknaði þessi ást, hinn fullkomna fótbolta ást? Þetta er staðið hvað, það sér í Nýs í Fraklandi? Það já. Eru þið EM-par? Við erum ekki par, nei, við erum bara vinir. Fyrsti leikur okkar manna verður ekki að verri endanum, en Ísland mætir Lionel Messi og Argentínu í fyrsta leik, Króatíu í þeim næsta og loks Nígeríu. Við erum að fara að byrja þetta mót með látum, sko. Þetta var geggjað. Já, þetta var meðal þess sem gerðist árinu 2017 og vonandi að árið 2018 verði jafn skemmtilegt og jafnvel skemmtilegra. Gleðilegt ár. Jæja, þetta var svona árið á léttari nótunum, en þá Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, mættinga til okkur. Velkomin, Katrín. Já, takk. Og ég held þú sért hérna á Vallamendi. Þú varst mætt í hús, eða komin hingað til okkar 25 mínútur yfir. Ég held þú sért á Vallamendi forsætisráðherra í Kryddsíld. Já, ég er keppnismanniska. Já. Þannig að ég bara stend undir nafni með það, sko. Þannig að þú last áramótaávarpið það verður mjög hratt. Þið bara horfið það í kvöld, það verður 3 mínútur og bara lesið mjög hratt. Já. En við vorum að spyrja hérna áðan svona hvað stóð helst upp úr hjá fólki svona pólitískt í fréttum ársins í þínum huga. Pólitískum fréttum? Já, bæði og bara það sem stendur upp úr hjá þér. Já, eitt af því sem ég hef nú verið að hugsa
upp á síðkastið, það er auðvitað að það eru fleiri morð á Íslandi þetta ár en við höfum séð að minnsta kosti lengi. Mér finnst það vera áhyggjuefni og það eru auðvitað þau mál sem voru hvað mest í fréttum á árinu og mér finnst svona ástæða til þess að við veltum því fyrir okkur hvort þetta sé bara einhver tilviljun eða hvort þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að hafa áhyggjur af. Og síðan auðvitað hlýt ég að nefna, ég vissum að þið eru öll búin að nefna hér, það er miklu byltingar kvenna sem hafa orðið á samfélagsmiðlum, MeToo og auðvitað höfum hátt líka og það er auðvitað mjög mikilvægt í því máli nú þegar þessi vitundavakningur orðin og maður sér í raun og veru þessar hugarfarsbreytingu að verða með þjóðinni og hún hverfi ekki því við þekkjum það auðvitað úr jafnréttisbaráttu kynjanna að þar höfum við náð sigrum og þar hafa líka orðið bakslög og það skiptir miklu máli að við náum að nýta þessa bylgju til varanlegar viðhorfsbreytingar og þessir ungu menn sem við eigum, svona eins og sinni mínir þrír, að við ölum þá upp í svolítið breyttum heimi þegar kemur að þessu viðhorfi til kvenna. Telma, þú varst með einhverja brennandi spurningu það ekki að því hún var forsætisráðherra og hún var ekkert endilega alltaf hrifin af hverju? Hvaða flokkum? Katrín. Hér fyrir akkúrat ári, þá var nú hann Bjarni hér með stjórnarmyndunar umboð og þú tókst nú svona bakföll aðeins að þetta væri nú bara hérna Framsókn og Sjálfstæðismenn, þetta væri nú þetta vanalega. Nú ert þú komin í þessa sæng með þeim. Hvernig er það? Hvernig upplifun er það? Er þetta draumastjórnin eða kannski svik við kjósendur eins og sumir hafa talað um? Þetta er auðvitað engin svik við kjósendur en það lá það alveg fyrir að minna hálfu fyrir þessar kosningar að við vildum taka þátt í ríkisstjórn, að við vildum helst leiða ríkisstjórn og vorum opin til að gera það svo fremur sem hún byggði á tilteknum málefnalegum grunni. Og ég vil nú rifja það upp að þú nefnir nú Framsóknarflokkinn að það var nú minn vilji hér í síðustu stjórnarmyndun sem við vorum að ræða fyrir ári. Þá einmitt áttum við Sigurður Ingi nokkur samtöl og ég hafði nú hugað því að reyna að draga Framsókn til fylgilags við mig þá. Þannig að það þarf nú einhverjum að koma ávart. Og ég held að þetta snúist náttúrulega það að í pólitík þá horfir maður þetta fyrst og fremst á það hvaða málefnum maður getur talið sér ná fram. Og það var í raun og veru þannig fyrir þessa kosningar að minnsta kosti að ég útilokaði engan í því samhengi. Bjarni, fyrir ári síðan þá sast þú hérna líka og þú varst eins og ég sagði áðan með stjórnarmyndunar umboði. Þetta ári búið að vera pínlítið eins og illa skrifuð skáldsaga. Gastu ímyndaðir að partíið yrði svona? Þessi mynd, það hún hefði verið illa skrifuð. Illa skrifuð skáldsaga, já. Spennusaga. Pólitísk spennusaga. Áhugaverðir karakterar. Hefur getað ímyndaðir En þetta partí sem hér situr, gastu ímyndaði fyrir árið að þetta yrði svona? Auðvitað kann maður ekki séð þetta fyrir. Það er alls ekki þannig. Og sko, það var líka mjög erfitt að sjá það fyrir að maður horfir á þetta í aðeins lengra samhengi að svona sá ákveðni óstöðuleiki sem hefur verið frá 2008 haustið. Hann myndi 10 árum síðar skila nýjum flokkum. Flestum flokkum sem við höfum séð á Alþingi, aldrei haft 8 stjórnmálaflokka og sem sagt í millitíðinni frá 2008-2009 þá hafa komið flokkar inn á þing og horfið aftur sko. Og þannig að þetta er svona, þetta er ekki hlutir sem eru að gerast bara síðustu 12 mánuðum, þetta er, ef maður horfir á því aðeins lengra tíma samhengi að þá var mjög erfitt að sjá þessa atburðarás fyrir. En það sem að mér finnst samt skipta máli að veita athygli hérna er það að þrátt fyrir þetta pólitíska rótleysi eða þessa umbrota tíma í stjórnmálum þá gengur Íslendingu vel. Hlutirnir ganga fyrir sig inn á heimilunum bara eins og venjulega, atvinnustarfsemin gengur vel, fólk hefur meira á milli handana heldur en nokkru sinni fyrr, hér er minnsta atvinnuleysi sem að mögulega er í raun og veru hægt að ná. Krónan er sterkari heldur en hún hefur verið lengi, við erum laus úr höftunum, erlendir fjárfestar farnir að hafa aftur áhuga á landinu og við ættum kannski aðeins að spyrja okkur hvernig þetta getur gengið svona, hvort að við höfum mögulega lagt of mikla áherslu á að horfa bara alltaf til þingsins með alla hluti og vera eins og þiggjendur þeirra hluta sem þar gerast. Með þessu er ég á engan hátt að gera lítið úr mikilvægi þess að hér sé skýr stefna og öflug stjórn og skilvirkt Alþingi, en það er ekki upphaf og endir alls. En heimilin í landinu hafa einmitt bara skipt skoðun á flokkum og málefnum. Sigmundur Davíð, mér langar aðeins að gefa boltan til þín vegna þess
að þegar að þinghúsið var byggt 1881 þá var eiginlega bara gert ráð fyrir 3-4 þingflokkum í húsinu og nú ert þú komin í þingflokksherbergi Alþýðubandalagsins sem var upp í Hannabjörka í þinghúsinu og ef að skálinn hefði ekki verið byggður þá hefðu þingflokkarnir ekkert komist þar fyrir en það stendur til að byggja skrifstofubyggingu og hefur hana næsta ári eða þess sem að koma eftir bara sólarhring og það ekki byggingi sem þú vildir. Nei, þetta alveg afleitt í rauninni að þingið skuli standa fyrir því að flytja borgartúnið í Kvosinna því að þessi bygging, hún ætti heima í borgartúni eða víða í þessum bæ eða hvaða borg sem kannski í Evrópu eða víðar, en ekki í Kvosinni í Reykjavík. Þetta verður aðstæða fyrir fleiri þingflokka í þessu húsi. Já, en við erum með 8 þingflokka núna og gerum kannski ekkert endilega ráð fyrir þeim fjölgi mikið, en ég mun nú leggja til fljótlega á nýja árinu að menn endurskoði þessa ákvörðun því að skipulagsmálin í Reykjavík eru náttúrulega í tómu tjóni eins og flestir þekkja. En það ekki hægt að sætta sig við það að Alþingi Íslendinga sé að taka þátt í klúðrinu. Við eigum að vera góð fyrirmynd og frekar að halda aftur af mistökunum en að ýta undir þeim. Já, en það verður nú bara grafið þarna í sumar. Við vorum búin að samþykkja aðra tillögu, við erum ekki að ríkisstjórnin. Það minn kláruðu 100 ára gamalt verkefni, tekningu Guðjón Samúelssonar frá 1917-18. En þröngt mega sáttir sitja. Sátt, Logi, með það starf sem að framfer á Alþingi? Nei, auðvitað ekki sátt og ég ætla ekki að blanda mér inn í þessar umræður. Ég algjörlega ósammála Sigmundi. Þetta verður tímamóta verk og þarna eru að teikna kannski fremstu arkitektar sem við höfum átt. Já, þetta eru góðir arkitektar og áhugaverð bygging, en bara passar ekki þennan stað. Ég bara spenntur. Nei, auðvitað engin almenn sátt á Alþingi. Hér talar fjármálaráðherra þetta almenna ástand í samfélaginu sem alveg rétt. Heimilin hafa það almennt gott og það hafa allir almennt gott og það munu allir almennt hafa það gott í kvöld. En síðan bara stór hópur manna hér á Íslandi sem hefur það ekki gott. Og fjárlögin sem voru samþykkt núna eru fjárlög hinna gleymdu, aldrara, öryrkja, fátækra barna og það það sem þarf að laga í þessu samfélagi. Og við munum auðvitað ekkert gefa tommu eftir í baráttu fyrir því. Það ekki hægt, eins og við sáum bara í þessu hörmulega Birnumáli þegar þjóðin sameinaðist hörmung og sorg einna fjölskyldu. Það eigum við líka að gera þegar kemur að okkar bara smæstu bræðrum og systrum. Þorsteinn, fjárlagafrumvarpið sem nýbúið að samþykkja var nú bara samþykkt fyrir sólarhring eða svo, allavega. Það þó samt fjárlög sem var bætt í útgjöld miðað við þau fjárlög sem að þinn fyrrverandi formaður lagði fram. Já. Og meira í innviðina heldur en þar var gert ráð fyrir. Það alveg rétt, það bætt sennilega alveg heilum 2%. Það eru miklu peningar þegar við erum að tala 2 milljarðar. Það eru töluverðir peningar og ég ætla ekki að gera lítið úr því, en það alltaf, og ég tek undir það sem Logi segir, það gott ástand núna, við munum hafa örugglega mjög gott ár 2018, vona ég allavega, og það auðvelt í sjálfu sér að diska út auknum fjárveitingum þegar að það streymir strýtt inn í ríkissjóð. Já, hvers vegna gerðu þið það þá ekki í ykkar fjárlagafrumvarpi? Ég vil nú benda á það að aukningin sem núna á milli samþykktra fjárlaga og fyrsta frumvarpsins svona cirka svipuð og verið hefur milli umræða í þinginu undanfarin 10 ár. Þannig að ég ætla nú ekki að gera lítið úr því sem gert og ég ánægður með þá forgangsröðun sem að kemur fram í forgangsröðun til innviða. Ég hef eins og miklu meiri áhyggjur líka af því að við séum að láta sem vindum þjóta varnaðarorð fyrri ára og varnaðarorð sem endurtekinu voru núna að aðhald ríkisfjármálanna þurfa að vera mjög mikið við þetta ástand og Seðlabankinn hefur beinlínis varað við því að svona fjárlögum geti fylgt á vaxtahækkun og það slæmt. Við verðum auðvitað að horfa til þess en forgangsröðunin fín, það við með út á hann að setja. Sigurður Ingi, ég ætla aftur að fara aðeins í baksýnisspegilinn og aftur fyrir ári að þá svona í stjórnarmyndunarviðræðum Framsóknarflokkurinn ekkert við borðið en svo núna í þessu síðustu stjórnarmyndunarviðræðum Framsókn í lykilstöðu. Þetta voru heilmikil umskipti fyrir þinn flokk á þessu ári. Já, það voru veruleg og það var þarna einhvern tímann könnun sem kom í ljós að
yfir 70% landsmanna vildu helst fá Framsóknarflokkinn og hann helst hann. Hann var fremstur allra flokka. Ég spurði nú einhverja svona reyndari menn í flokknum en mig hvernig þetta hefði gerst síðast og þeir settust upp svona spekingslegan svip og sögðu aldrei. Sennilega, allan margir áratugar. Þannig að það gerðist margt á þessu ári og það er rétt, við vorum í lykilstöðu og ég nefndi þetta hérna áðan að ég held að það skipti máli í pólitík að hafa skýr markmið og vinna bara af heilindum. En ekki Sigurður Ingi líka gott að kunna telja úr í pólitík? Þegar þú byrjaðir samningaviðræður við aðra flokka, þá var sá meirihluti 32 og hann var það líka viku síðar þegar þið stóðu upp og sögðu, nei, þetta er allt að fá þér. Og gerðum ekki grína starffræðikunnáttu minni þegar við vorum í viðræðum. Hefur maður rétt? Sko, það er auðvitað þannig að við vorum með ráðgjafa heima hjá mér. Þú þekktir hann nú, Heimir. Hver er það? Manstu ekki eftir honum? Já, þú meinar hundinn? Já, hann var bara betri að telja heldur en flestir aðrir. Þú sást nú í hvern hann sótti. Ég ætla stæli ári upp að þér. Nei, svo við sleppum nú allir grína þessum degi. Þá var það auðvitað þannig að við lögðum að stað í heilindi í þessa vegferð. En 32 voru 32. Og 32 voru 32. Og það kom auðvitað upp á þessum dögum þegar við vorum að tala saman að menn hefur kannski mismunandi sýn á það hvort að það myndi takast að lifa heilt kjörtímabil 32. Það voru meira að segja á þessum dögum upp í sjónarmiðum að menn voru ekki alveg vissir hvort þeir væri í meirihluta af þessum 32 eða ei vegna þess að þessi flokkar voru með minnihluta atkvæða. Já, og það er ekki eins víst að þið séu 35 núna. Þetta hefði verið náttúrulega leysanlegt en mín niðurstaða var svo að þó að 32 væri jafnmargir 32 að þá væri ólíklegt að þessi ríkisstjórn myndi halda út kjörtímabil og ég held að það sem að síðar gerðist sé núna búið að fá heilbrigðisvottorð frá þjóðinni í tveimur skoðanakönnunum að annars vegar áður en við byrjuðum nokkuð að gera þá var 78% stuðningur við hana og núna þegar við erum búin að fara með heilt fjárlagafrumvarp í gegn og gegnum gagnrýni ólíkra átta og þá eru 75%. Þú veist þú byrjar svona hafsígur minn þá leiðin bara niður á við. Það er nú vandinn. Við vorum búin að sitja inn á þingi í þessar vikur fáar og fjárlögur yfirleitt gerða á 4 mánuðum, við vorum gerð þarna á örfáum dögum. Nú sérðu hvernig pilsan er búin til. Þú hefur barist fyrir réttindum öryrkja í mörg ár. Ertu ánægð með niðurstöðuna hvað varðar það fólk sem þú helst barist fyrir? Nei, bara alls ekki og ég verð að segja það að þrátt fyrir það að það megi margt gott segja fjárlagafrumvarpið og ég tel að við höfum unnið þrekvirki að koma því á þessum ljósræða í gegnum þingið að það breytir ekki þeirri staðreynd að mér þykir forgangsröðunin ekki rétt og það hefur komið í ljós. Staðreyndin er svo að auðvitað þurfum við að vera hér með heilbrigðiskerfi og auðvitað þurfum við að vera hér með gatnakerfi í lagi og samgöngur og menntamál en það breytir ekki þeirri staðreynd að það er alveg ótrúlega stór hópur í samfélaginu sem býr hér við kröpp kjör og mér finnst í rauninni að það sé sá hópur sem við eigum að setja algjöran forgang. Ég er búin að fylgjast með þinginu síðan 1988 og ég man ekki margt sem þar hefur verið sagt en ég man samt eina af setningum sem þú sagðir í þingræðu daginn, ég er með tannpínu og þú sagðir ég hafði ekki efni á því að fara til tannlæknis áður en ég var kosin á þing en nú get ég gert það. Reynda var ég búið með tannpínuna þegar ég sagði þetta. Okay. Ég nefnilega fór til tannlæknis daginn áður. Þú myndist á þetta sem ekki athygli á því að því væri komið með, þú væri hæstlaunaðasti öryrkinn á Íslandi. Gerði það, En líka forgangsröðun þessar ríkisstjórnar var að setja fjármuni til þess að greiða áfram. Ég verður bara að borga upp gamla skuldir, elskar mér. Þið skuldi nú þegar 800 milljónir í vangreiddan tannlækniskostnað til öryrkja og eldri borgara. Er þetta ekki rétt átt? Jú, þetta er allt í rétt átt og ég er algjörlega ósammála Sigurði Inga þegar hann segir að það sé ekkert meira grín í dag. Við ætlum að hafa fullt af grín. Akkurat þennan dag. Þannig ég segi, jú, þetta er, ég hef trú á því að næsta árið 2018 að þá komum við til að breyta, við breytum áherslum, ég hef fulla trú á því. Ég held það, öll augu eiga eftir að opnast betur og eyrun eftir að heyra betur líka og við höfum eftir að gera góða hluti. Sunna, Pírati, ég veit ekki hvort að þú hefur farið til tannlæknis nýlega, við skulum bara taka það út af borðinu núna en hérna... Ég er sko með flotta tennur anyway. Ykkur fattaðist aðeins flugið Píratum í síðustu kostingum en hvernig líður ykkur núna í þessu partíi hérna? Í þessu partíi hér á þessu borði eða í partíinu á þinginu? Með þessum flokkum. Já, bara ágætlega. Við erum bara ánægð með okkar slott samt sem áður Píratar. Við komumst inn hérna í 3. sinn og sýnum bara fram á það. Við erum komin til þess að vera það.
og það segir okkur bara að við höfum einindi og við höldum því áfram. Hvað svona þessa stjórnarmyndun og þetta umhverfi allt saman varðar að þá náttúrulega alveg ýmislegt það að segja og við erum kannski ekki hoppandi maður kæti hvernig þetta fór allt saman. Kollegi minn hér við hlið talar að hann hafi ekki verið viss að þetta haldi út eitt kjörtímabil. Við höfum allavega ekki staðið að því að sprengja ríkisstjórn og ekki orðið þess valdandi að ríkisstjórnin falli eins og reyndar Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn nokkru sinnum, ef ég man rétt. Þannig að við svona, hvað þetta varðar stöðuleikann, þá þetta ekki stöðugustu flokkarnir sem eru hérna með ríkisstjórn. Þannig að bíðum bara og sjáum hvað þetta endist lengi, hvað koma margar fréttir í þetta. Katrín, Vinstri grænir auðvitað með sínar áherslur eins og allir flokkar hér við borðið. Vinstri grænir hafi verið svona með velferðaráherslur og allt það. Ef að þú hefðir verið í meirihluta bara með þinn flokka einan, þá hefðu kannski ekki fjárlagafrumvarp þessari tegund farið í gegn sig. Þú hefur talað forgangsröðun, það hefur verið forgangsröðu í innviðina. Kannski flokkast ekki undir innvið að hækka örorkubætur og laun ellilífeyrisþega. En þeim finnst mörgum eftir og það heyrist í kringum fjárlagafrumvarpið að það hafi ekki nægjanlega mikið verið gert. Já, þetta enda bara mjög góð forsenda fyrir þessari spurningu af því þú sagðir hvernig væri þetta ef þú réður þessu öllu einn og þá væri þetta, þá við okkur öll að þetta væri hlutinir allt öðruvísi ef einhvers okkar væri með hreinan meirihluta og réði öllu eitt. Mér fannst einmitt að það var nefnt hérna skoðanakönnun, þá kom það fram að meirihluti kjósta VG vildi sjá VG í ríkisstjórn, ekki með neinum öðrum, þannig að það fannst mér mjög góð skilaboð, þetta ekki alveg einlitt svona einlitt skilaboð. En finnst þér ekki að þurfa að gera betur fyrir þessa hópa? Að sjálfsögðu má gera betur, en það hefur auðvitað komið klárlega fram hjá mér í kringum þessi fjárlög sem eru auðvitað unnin á algjörum mettíma, að þarna hefur verið að forgangsraða með mjög skýrum hætti í fyrsta lagi þann málaflokk sem ég man nú ekki betur en eiginlega flestir flokkar hafi sagt að væri efst á dagskrá bæði fyrir síðustu kosningar og þar síðustu kosningar og þá ég að tala heilbrigðismálin. Þar verið að bæta verulega í, þar erum við að sjá að hlutur hins opinbera í heilbrigðisþjónustu komin upp í 8,5% af vergri landsframleiðslu sem veruleg aukning. Þetta í takt við þær kröfur sem kjósendur hafa lagt fram. Ég líka þeirra skoðunar og forgangsverkefni núna framundan á þetta að vera að leggja fram og að þingið afgreiði heilbrigðisstefnu. Það sem við gerum upp við okkur líka hvernig við viljum forgangsraða þeim fjármunum sem við erum að setja í heilbrigðismál því við vitum öll að það lengi hægt að taka við en skiptir mál að forgangsröðunin sé góð. Síðan vil ég tala menntamálin sérstaklega að því ég tel að þau hafi nú legið óbætt hjá garði alllengi eftir hrun og að því að fólk talar hér að það sé verið að bæta verulega í og það sé létt verkefni þá þekki ég það nú vel að vera í ríkisstjórn sem ekki var að bæta í hlutina heldur einmitt að skera niður og ég tel mjög mikilvægt það sem að gerast núna bæði með háskólana og framhaldsskólana að þar þarf auðvitað að fara að byggja upp og það ekki bara vegna þess að hagsæld hér á landi mun í framtíðinni byggjast á hugviti. Þetta líka vegna þess að þetta mikilvægt en fyrst þið voru farin að klípa af afganginum að því hann var 44 milljarðar í fjárlögum fjórstjórnarnar sem féll, 33 hjá ykkur. Munaði eitthvað að taka 1-2 milljarðar viðbót og setja þetta í gamla fólks? Ég meina, ég held að það skipti mjög miklu máli og það líka fyrir að það náttúrulega ýmislegt verið að gera. Hér bent á að það verið til að mynda að greiða niður tannlæknakostnað öryrkja og aldraðra. Þetta mál sem þeir hafa barist fyrir árum saman. Það verið hér að hækka frítekjumark eldri borgara sem var aðalkrafa þeirra fyrir kosningar að hækka frítekjumark vegna atvinnutekna og það gert strax. Við skulum líka horfa í það að við erum að fara að eiga samtal við fulltrúa örorkulífeyrisþega það hvernig við getum einfaldað það kerfi þannig að dregið verði til að mynda úr skerðingum og hvað til samfélagsþátttöku. Ég held að sé mjög mikilvægt allir þekkja það sem hafa verið á þingi, hafa tekið þátt í fjárlagagerð nokkrum sinnum, hafa setið í ríkisstjórn. Að svona breytingar þarf auðvitað að hugsa þannig að við séum einmitt að forgangsraða fjármunum innan þeirra. En annars þetta bara léttið ekki? Viltu að ég fara að grínast aftur? Á ég að drekka þetta vín hérna? Ég held að séum að fara, ég er búin að fá fisk hérna á borði, ég held að við séum að fara í tónlist eða ekki? Jú, viltu að ég gefa mér að borða? Í nokkra létta tóna og fólk alltaf byrja að borða hérna aðeins. Og hver að syngja fyrir ykkur? Við ætlum að fá góða tónlist. Manstu ekki hver að syngja? Sure makes me wonder if you
wanna keep my reputation. I'm a sensation. You try me once, you're back for more. Oh, yes, sir, I can boogie, but I need a certain song. I can boogie, boogie, boogie all night long. Yes, sir, I can boogie. If you stay, you can't go wrong. I can boogie, boogie, boogie all night long. No, sir, I don't feel very much like talking. No, neither walking. You wanna know if I can dance? Yes, sir. Already told you in the first verse and in the chorus, but I will give you another chance. Oh, yes, sir, I can boogie, but I need a certain song. I can boogie, boogie, boogie all night long. Yes, sir, I can boogie. If you stay, you can't go wrong. I can boogie, boogie, boogie all night long. Sæl á ný, nú komið að rótgrónum lið í Kryddsíld. Fréttastofa Stöðvar 2 kynni val sitt á manni ársins. Þá skemmst frá því að segja að í byrjun október hófst veraldarbyltingin MeToo, eða ég líka. Krafturinn sem fylgdi þessum tveimur litlu orðum varð magnaður, ekki síst hér á Íslandi þegar konur úr ýmsum stéttum rufu þögnina kynbundið áreiti, yfirgang og ofbeldi og margir segja að þessi samtakamáttur kvenna eigi eftir að hafa varanleg samfélagsleg áhrif. Já, Fréttastofa Stöðvar 2 hefur valið MeToo mann ársins 2017 og af því tilefni bjóðum við velkomnar hingað konur úr nokkrum stéttum sem hafa stutt MeToo og ætla að gera það áfram og heiðra MeToo og okkur með nærveru sinni hérna í dag. Og þetta eru Silja Bára Ómarsdóttir, aðjúnkt í stjórnmálafræði, Steinunn Valdís Óskarsdóttir, fyrrum borgarstjóri og þingkona, Hildur Kristín Stefánsdóttir söngkona, allt í réttri röð, og Drífa Snædal, framkvæmdastjóri Starfsgreinasambands Íslands. Velkomnar allar og ánægilegt að hafa ykkur hérna, þið eruð þögli meiri hluti. En hérna eru líka, og við bjóðum líka velkomnar, Ilmi Kristjánsdóttur, leikkonu og varaborgarfulltrúa og Sigríður Björk Guðjónsdóttur, lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu. Þið ætlið að vera svona eins konar talsmenn MeToo hérna í Kryddsíldinni hjá okkur. Því staðreyndin er svo að það er engin leiðtogi í þessum ofsa sameiningarkrafti kvenna og það eitt út af fyrir sig er dálítið merkilegt. En vil nokkað byrja þér, Sigríður Björk. Hvað er það sem gerir að verkum að þetta verður einhvern veginn svona magnað hérna á Íslandi? Getur verið að byltingin falli í svona frjóa kvennajörð, kvennalistin, kvennafrídagurinn, Vigdís Finnbogadóttir. Það er svona kannski þessi kraftur fyrir hendi og ekki erfitt að vekja hann upp, eða hvað, segir þú? Já, ég held það. Ég held að það sé ein af ástafanum. Ein af ástafanum er þessi rödd sem hefur verið að heyrast jafnréttismál og það að konur láta ekki bjóða sig hvað sem er. Og síðan stígur fram þessi mikli fjöldi kvenna. Og nú er þetta orðin hópur sem að í mínum huga er óstöðvandi. Óstöðvandi. En nú segja sumir karlmenn, má ekkert lengur? Hvað segir þú? Það má ekkert lengur. Það þarf að fá samþykki. Hjá lögreglustjóra? Hjá þeim sem þú átt samskipti við. En Ilmur, sko, þú kemur úr sviðslistum. Einhvern veginn hefur byltingin þurft að teygja anga sína miklu lengra þangað inn. Hvað er það þar sem gerir að verkum að ástandi virðist einhvern veginn verra en í öðrum stéttum, svona á yfirborðinu allavega? Já, ég held að sé einmitt bara svolítið á yfirborðinu. Við erum með þetta stétt sem við erum alltaf að vinna með tilfinningar fyrir opnum tjöldum og við erum fyrir opnum tjöldum og ef það væri ekki okkar stétt sem væri einmitt mest áberandi eða væri að taka þetta svolítið og hreinsa til fyrir opnum tjöldum, þá hvaða stétt á þá að gera það? En ég held að við eigum einmitt bara
halda því áfram að við taka þessa baráttu fyrir opnum tjöldum. Sko. Já, hvað gerist í framhaldinu? Sumir segja, þetta koðnar bara niður. En hvað gerist? Mun þetta koðna niður? Eða verður þetta Nei, öflugra? ég held ekki. Ég held að þetta er auðvitað málega það. Þetta er barátta sem gagnast öllum og það er það sem við verðum að muna. Þetta gagnast köllum og konum og þetta skýrir mörk okkar. Þetta tekur samskipti sem eru ekki í jafnvægi. Og ef við erum með skýr mörk þá vitum við hvenær farið yfir okkar mörk og við vitum líka hvenær við förum yfir mörk annarra. Þetta er bara öflugasta sem hefur gerst í jafnréttisbaráttu bara, já, ég veit ekki, hvað segir þið, fyrir og síðar. Ég held að ég upplifi þetta svolítið eins og lokasennan í Lord of the Rings þegar trén vöknuðu. Þegar trén tóku afstöðu. Þegar þetta er rosalega öflugt afl og við finnum það öll og þetta er ekkert þetta er bara réttlæti sem er að bara koma upp á yfirborðið. Já, jafnrétti er réttlæti. Já. Sigríður Björk, nú finnst mann einhvern veginn að lögreglan eigi bara að gæta rétta allra borgara og það ætti bara ekki að vera neitt áreiti eða einelti eða neitt slíkt. Samt kom nú út skýrsla, það ekki, 2013 sem sýndi hvað? Að 31% kvenna nærri því í lögreglunni kvörtuðu undan kynferðislega áreitni. Já. Hvað segir, hvernig ætlar að eyða þessu? Já, þetta er hluti af menningunni. Þetta er náttúrulega þannig að við getum ekki verið annað en karllægur vinnustæður. Og kannski höfum við verið dálítið meðvirk og ekki átta okkur á alvarleika þessara mála. En við höfum samt verið að reyna að fylgja þess eftir. Það hafa verið gerðar skýrslur, við erum að vinna einan núna skýrslu eða verið að vinna fyrir okkur af háskólasamfélaginu og það er verið að fara yfir stöðu kvenna í lögreglunni, finna út hvers vegna þær falla brott úr lögreglu til að í önnur störf og þess háttar. Og við viljum bæta hlutfallið, við höldum að það sé eitt af því sem að muni breyta menningun okkar. En lögreglan hún nýtur trausts, það er gott fólk sem að þar starfar, konur og karlar, margir mjög góðir karlar og ofsalega gott starfsfólk á öllum sviðum. Þannig að lögreglan er að passa alla og við erum að hjálpast að, en við þurfum hins vegar að vanda okkur betur í samskipti. Já, þú myndi mig nú á það sko, ég ætlaði ekki endilega að spyrja þig, en ég ætla að gera það núna, því að þú sagði sko að þú hefði verið sökuð einelti og þar alveg hefur verið beggja megin borðsins. Hvað segir það? Ertu þá trúverðug í hinu, MeToo, eða hvað segir þetta? Já, ég hef sett náttúrulega kynjabaráttuna á oddinn frá því að ég kom. Og við höfum verið með mikla breytingar. Og það hefur verið að breyta þessari hefðbundnu íhaldssömu valdastofnun í þjónustustofnun, þar sem við erum að setja okkur í spor þeirra sem að verða líka þolendur, ekki bara að reyna að horfa gerendur eða valdbeitingu, heldur horfa þjónustuna sem slíka. Og auðvitað hef ég fengið á mig líka kærur og þetta er þannig að það eru allir mjög hörundsárir í miðju breytingaferli. En við erum líka að reyna að passa að rétta hlut kvenna, að horfa betur á þolendur, að horfa á kynbundið ofbeldi. Þannig að við þurfum öll að horfa eigin barn, ég líka, við erum sýnileg, við þurfum að ganga fram fyrir skjöldu og reyna að bæta samfélagið og samskiptin og þar verður hver að byrja á sjálfum sér. Og að sjálfsögðu tökum við þetta til okkar og reynum að gera betur. Og það er það sem þetta snýst um. Elmi, mig langar að spyrja þig að því sko, af því að nú er þetta svona ofsalegur samtakamáttur, væri ekki hægt að beita svipuðum samtakamætti í öðrum málum. Tökum sem dæmi einelti sem er skelfilegt ofbeldi í samfélaginu. Gætu konur og karlar sameinast á þennan hátt? Stígi bara allir fram á þess að sé nokkur einn sem leyfir það? Já, ég held að þessi barátta vissulega gerir það gagnast öllum sko. Af því að þetta snýst ekki bara kynbundið ofbeldi eða kynferðislegt ofbeldi, þetta snýst líka valda ójafnvægi. Og einelti auðvitað felur í sér svo mikið valda ójafnvægi og það er eins og ég var að tala mörkin. Ef við getum einmitt hort í eigin barm og tekið til í okkar geymslu og skýrt okkar mörk, þá erum við betri manneskjur til þess að eiga samskipti við aðra manneskjur. Eigum við að ljúka því á þessum orðum? Ljúka þessari komu ykkar hingað til okkar. Takk fyrir kærlega að koma alla saman. En það er nú eitt eftir. Hér á að vera sko, við erum með þetta alveg í áþreifanlegu formi, þessa viðurkenningu. Hér er þessi fallegi blómvöndur sem ég ætla bara að rétta þér, Ilmur, gjörðu svo er. Þú tekur hann. Og hér er skjal sem þar sem segir staðfesting á því að MeToo er maður ársins.
sem sé fyrir að hafa rofið þögnina kynferðislega áreitni og ofbeldi í öllum starfsstéttum. Þetta undirritaði Kristínu Þorsteinsdóttur sem aðalritstjóri 365 miðla. Þetta afhendi ég þér. En mér finnst einhvern veginn að þetta hljóta að verða svona hreyfanleg viðurkenning sem gengi bara á, ég veit nú ekki blómin sko, en þetta skjal gæti farið á milli stétta svo að það gleymist nú ekki þetta mikla kvennaár 2017. Okkur datt líka í huga, þetta gæti farið til dæmis niður í kvennaathvarf, þar sem eru konur og til þess að minna þær á að þær eru ekki einar. Og við erum allar saman í liði. Þá liggur það nú nokk fyrir svona. Takk kærlega fyrir komuna allar. Takk. Og áður hins vegar, en við ljúkum þessum lið, skulum við rifja upp hvernig MeToo hófst. Hvernig hún kom, þessi bylting, í kjölfarið eða inn í aðra byltingu sem var þá þegar hafin á Íslandi, höfum hátt. Nadine Guðrún Jaki og Silvía Rut Sigfúsdóttir tóku saman eftirfarandi. Þann 15. júní síðastliðinn hlaut Robert Downey, dæmdur kynferðisafbrotamaður, lögmannsréttindi á ný. Robert hafði verið dæmdur í Hæstarétti í 3 ára fangelsi fyrir brot gegn 4 unglingsstúlkum. Hann hafði fengið veitta uppreist æru þann 16. september árið 2016 og þá öðlast óflekkað mannorð samkvæmt lögum. Daginn eftir að Robert fekk lögmannsréttindin skrifaði Nína Rún Bergsdóttir, ein af þeim sem Robert var dæmdur fyrir að brjóta á, áhrifaríkan pistil á Facebook. Þar sagði hún meðal annars að Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, hefði brugðist sér með því að veita Robert uppreist æru. Þá fór á stað byltingin Höfum hátt sem átti eftir að vera áberandi á samfélagsmiðlum næstu mánuði. Forsetinn sagðist miður sín vegna málsins en þær Nína Rún Bergsdóttir, Halla Ólöf Jónsdóttir, Anna Katrín Snorradóttir og Glódís Tara létu raddir sínar að heyrast og létu vita að þöggun á aldrei rétt á sér. Bergur Þór Ingólfsson, leikari og faðir Nínu, skrifaði pistil í Fréttablaðið þar sem hann krafðist svara í tengslum við mál Roberts Downey og hvatti dómsmálaráðherra til að reyna að taka málið upp að nýju. Bergur og stúlkurnar kröfðust þess að breytingar eru gerðar á reglum og verklagi. Þið sem sitja á hæstu stöðum og sinnið háum embættum. Þið eigið að ganga í lið með okkur. Svo kom í ljós að annar dæmdur kynferðisafbrotamaður, Hjalti Hauksson, hafði fengið uppreist æru sama dag en hann hafði verið dæmdur í fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn stjúpdóttur sinni. Hún steig fram nafnlaust í fjölmiðlum og krafðist svara og hitti í kjölfarið dómsmálaráðherra og forsetann sem bað hana og stúlkurnar sem Robert braut gegn innilegrar afsökunar. Ríkisstjórnin fjall, breytingum var lofað, Höfum hátt byltingin hafði gríðarleg áhrif. Við viljum breytingar og ríkisstjórnir munu halda áfram að falla og springa þar til þessar breytingar hafa átt sér stað. Þann 5. október síðastliðinn byrjuðu fjölmiðlar að fjalla ásakanir kvenna gegn kvikmyndaframleiðandanum Harvey Weinstein. Fleiri konur stigu svo fram og konur allan heim hófu að birta reynslusögur á samfélagsmiðlum undir myllumerkinu MeToo. Björk steig fram þann 15. október og sagði frá kynferðislegri áreitni danska leikstjórans Lars von Trier. Þann 16. október opnaði leikkonan Birna Rún Eiríksdóttir sig valdaójafnvægi og kynbundið ofbeldi innan leiklistarinnar, þar á meðal í Listaháskóla Íslands. Hún líkti þessu við gamlan skít sem engum tækist að þrífa, því allir væru svo hræddir. Og hugrekki hennar var til þess að verulegar breytingar hafa nú verið gerðar á sviðslistadeild Listaháskólans. Þingkonan Þórildur Sunna Ævarsdóttir sagði frá kynferðislegri áreitni og ofbeldi sem hún hafði orðið fyrir. Bæjarfulltrúin og fyrrverandi lögregluþjónninn Margrét Gauja Magnúsdóttir steig fram og sagði frá kynferðislegri áreitni innan löggæslunnar. Sífellt fleiri konur þorðu að stíga fram. Þann 21. október birtist einlægt og átakanlegt viðtal í Fréttablaðinu við Hildi Erlu Gísladóttur sem hafði verið misnotuð af þjálfaranum sínum þegar hún var aðeins 16 ára gömul. Hann var í valdastöðu og misnotaði sér aðstæðurnar algjörlega. Hildur Erla steig fram til þess að vera fyrirmynd fyrir aðrar í sömu aðstæðum og einnig til þess að skila skömminni og loka þessum kafla í lífi sínu. Byltingin var hafin. Myllumerkið MeToo tók yfir samfélagsmiðla hér á landi og stúlkur og konur á öllum aldri sýndu ótrúlegt hugrekki og stigu fram og sýndu samstöðu. Sumar deildu eigin reynslusögum, sumar treystu sér ekki til þess. En þetta var aðeins byrjunin. Halldóra Geirharðsdóttir sagði í samtali við Vísi þann 15. nóvember að staðan innan leiklistarheimsins hér á landi væri eins og snjóskap sem þyrfti að bræða. Öðruvísi væri ekki hægt að átta sig á alvarleika stöðunnar. Síðan þá hafa orðið nokkrar breytingar innan leikhúsanna hér á landi
í kjölfar MeToo umræðunnar. Stofnaðir voru Facebook-hópar innan starfsstétta undir yfirskriftinni MeToo og voru meðlimir hópana aðeins konur. Hóparnir voru misstórir en tilgangur þeirra allra var að eiga samtal valdaójafnvægi, kynferðislega áreitni og kynbundið ofbeldi gegn konum. Viðbrögðin voru meiri en nokkur hafði gert sér grein fyrir. Reynslusögurnar fóru að birtast í hópunum hver af annarri. Sögurnar fjölluðu allt frá karllægri menningu til alvarlegustu birtingamynda kynferðisofbeldis. Sumar konur birtu sögurnar undir eigin nafni á meðan stjórnendur hópana birtu aðrar til þess að vernda nafnleysi þeirra kvenna. Þegar hóparnir byrjuðu að senda frá sér yfirlýsingar og undirskriftalista á samt nafnlausum reynslusögum til fjölmiðla voru viðbrögðin sterk. Enginn ætti lengur að geta hunsað þetta alvarlega samfélagsmein. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra var ein þeirra sem las upp MeToo reynslusögur fyrir fullu borgarleikhúsi og fjöldi fólks fylgdist með upplestrinum í beinni útsendingu á netinu. Í borgarleikhúsinu var hlegið og grátið yfir sögunum. Krafan breytingar var orðin hávær. Í fyrstu stefnuræðu sinni á Alþingi sem forsætisráðherra sagði Katrín Jakobsdóttir meðal annars: Bylting kvenna á samfélagsmiðlum undanfarin misseri rífur aldalanga þöggun og þar eru við hvergi nærri komin á endastöð. Í stefnuræðu sinni við setningu Alþingis fyrr í þessu mánuði talaði Guðni T.H. Jóhannesson forseti Íslands mikilvægi MeToo byltingarinnar. Boðskapurinn einfaldur og skýr, hingað og ekki lengra. Konurnar að baki MeToo byltingunni höfðu gríðarleg áhrif á samfélagið á þessu ári og eru merki breytingar strax farin að sjást. Já, og þetta mál sem að mun hafa varanleg áhrif á samfélagsmyndina eins og viðmælendur okkar hér og forystumenn stjórnmálaflokkana hafa einmitt komið inn á hérna fyrr. En mér langar aðeins að fara aftur yfir í pólitíkina og beina spurningu til þín, Bjarni. Já. Það náttúrulega klísja Sjálfstæðisflokkur og Vinstri græn, þetta eru ólíkir flokkar og þetta vita allir. Og þið segið já, þetta gengur mjög vel og samstarfið og svona það sem út af. Segðu okkur samt. Hvernig þetta bak við tjöldin þegar dyrunum lokað? Já. Hvernig samtalið? Og ertu nú heiðarlegur alveg? Já, 100%. Þetta bara hræðilegt. Bara stöður yfir? Já, þetta bara rosalegt. Og gott að fá tækifæri til að opna sig það hér. Það ekki, bara setja til út í hotni kannski. Það náttúrulega tekur á. Já. Nei, í alvöru talað þá hefði ekki verið myndun einn ríkisstjórn nema vegna þess að við fundum að við gátum talað saman og við gátum skilgreint þau mál sem við vildum einbeita okkur að og ná fram á kjörtímabilinu og það alveg rétt sem þú segir að það eru hlutir sem skilja þessa flokka að eins og aðra flokka frá Sjálfstæðisflokknum. En mér finnst við hafa sett saman stjórnarsáttmála og farið af stað með stefnu sem á góðan hljómgrunn og mun skila árangri. Heldur þetta út eða kvíði svona? Já, ég held að við höldum þetta út. Kvíði yfir því að ríkisstjórnin springi ekki starf á tímabilinu? Nei, ég svo sem ekkert með neitt verkkvíða en það kannski ekkert að marka. Ég hafði engan kvíða heldur þegar haustið rann upp og nýtt þing var að setja af stað. Ég hafði enga slæma tilfinningu svo sem. Það var ekki neina kvíðakasti þegar þú fórst að sofa 14 dagar september? Nei, ég var bara mjög fljótt komin inn í draumalandið en maður tekur því sem að höndum ber. Það sem að kannski maður getur bent á í þessu að það eru einmitt ekki hinnar ólíku áherslur flokkana sem oft verða til þess að ríkisstjórnir liðast í sundur. Það eitthvað svona atvik, það eitthvað mál sem kom upp á, það eitthvað ósætti vegna þess hvernig eitthvað þróun verður. En ekki kannski einhver kjarnastefnumál flokka vegna þess að menn hefji ekki samstarf nema vitandi þau mál. Katrín, þú náttúrulega setið í ríkisstjórn áður og ert núna við borðendan. Svona létt stemming á ríkisstjórnarfundum og eru þið að tala saman svona fyrir utan vinnutíman líka eða þegar vinnunni líkur eftir bara heim til barna og karls? Það er alltaf vinnutími, þannig að við erum alltaf að tala saman. Já. En það er bara fínt stemmari, sko. Já, það er fínt stemmari? Já. Léttir. En Sigmundur Davíð, þú varst þegar ljóst var að þessi ríkisstjórn væri að komast á koppinn, þá varstu fljótur að gefa henni fallengur. Já, ég gagnrýndi stjórnarsáttmálann að minnsta kosti og benti á það hvernig þessi stjórn hefði orðið til vegna þess að það var bara svo augljóst. Þetta voru flokkarnir sem í raun töpuðu kosningunum, að minnsta kosti gömlu flokkarnir tveir, Framsóknarflokkur með verstu niðurstöðu í 101 ár
Sjálfstæðisflokkur með sína næstvestu og þessi ekki alveg að marka Vinstri græn ef við byrjum saman við kannanir 3 vikum fyrir kosningar tapaði helmingum af fylginu. En kannanir skipta nú ekki. Engu að síður ágætis á heildinni ágætis niðurstaða hjá Vinstri grænum. Enda skilaði það sér í því að keppnismanneskjan Katrín hafa köfuna alveg á hreinu. Já, eðlilega, þetta alveg rétt. Og það skilaði sér í því að Vinstri græn lögðu línurnar í stjórnarsáttmálum að því markið sem hægt að sjá einhverja pólitík í honum, þá þetta Vinstri grænn stjórnarsáttmáli. Það maður sér engin merki einhverja hægri stefnu Sjálfstæðisflokksins og þetta virðist Framsóknarflokkurinn ekki hafa fengið neitt og haft frumkvæði jafnvel að því að gefa eftir öll sín helstu baráttumál, hvort sem það var fjármálakerfið, hvort sem það var Landspítalinn hérna fyrir aftan okkur, gleymdi heilum flugvelli sem hann búinn að berjast mikið í, lengi öll stóru málin gefin eftir fyrir stóla. Þannig að þessi 3 formenn þurftu allir á því að halda að komast í ríkisstjórn. Þessi flokkar samanlagt fengu rúmlega 50% fylgi í kosningum, 52 eitthvað. Flokkar sem áður hafðu verið með yfir 80, upp undir 90%. Svoleiðis að þetta var síðasti séns fyrir gömlu kerfisflokkana til þess að gera þetta hræðslubandalag. Í vonum það væntanlega að halda óbreyttri stöðu áfram, enda boðuðu það að þau ætli ekki að gera mikla breytingar. Þetta verður engin umbótastjórn, þetta stjórn sem ætlar að nota peningana sem verður til á síðustu árum til þess að halda sig gangandi. Og það ekki það sem við þurfum að halda á þessum tímapunkti. Við þurfum að taka stóru ákvarðanir. Sigurður Ingi, þetta rétt er Framsóknarflokkurinn bara í aftursætinu og jafnvel bara í skottinu? Nei, það bara stutt svar en eins og ég fór inn á fyrir að þá hef ég haft trú á því að það sé nákvæmlega svona stjórn sem þurfi til í þessu landi. Ég hef líka sagt, held ég á liðnum misserum að það sé engin sérstök eftirspurn eftir átakastjórnmálum á Íslandi. Það séu flestir sammála hvert þurfi að stefna og ég held að stjórnarflokkarnir hafi einmitt í síðustu skoðanakönnun og við eigum auðvitað ekki verið að leggja allt og mikið upp á skoðanakönnum. Ég held að hafi einmitt allir verið að sækja sig veðrið. En þú leggum ekki upp að þeir fá 75% í vinsældakönnun? Og svo er það auðvitað ákveðin svona viðurkenning að við séum á réttri leið og að það hafi ekki verið alrangt af okkur og svo vil ég minna á að niðurstaða kosningarna var svo að þetta eru 3 stærstu þingflokkarnir á þingi. En ekki í prósentum? Nei. Svo við höldum öllum Sigmundur, þú ert að veifa þarna á endanum og ég ætla að leyfa þér að segja nokkur orð. Bara vertu stuttorður. Já, ég skal lofa því. Ég er bara að benda á það að allar þessar skýringar sem menn fundu upp eftir á fyrir því hversum þetta var eina rétta stjórnin, það haldi ekki vatni. Það nýbúið að lýsa því að menn hafi ferðað miklum einhug og heilindum í viðræður þessara 4 eða 5 vinstriflokka og menn hafið ætlað að mynda þá stjórn. Á sama tíma sagt, nei, ég hef lengi alltaf verið þeirra skoðunar að einmitt þessi stjórn ætti að vera til. Engin þessara rök sem þetta gangaðu Þetta voru meiri nokkur orð. Þorsteinn, þú ert alveg bara verða að komast inn í þessu umræðu. Ég held reyndar að það er alveg rétt úr Sigmundur að það sem einkennir þessa stjórn er það sem stendur ekki í stjórnarsáttmálanum og erunar ekki vikið einu orðað og það eru þessar mikilvægu breytingar hvort sem að snýr að vaxtamálum, gengistöðuleika, kerfisbreytingum í sjávarútvegi, landbúnaði, kerfisbreytingum í heilbrigðiskerfinu okkar sem að ítrekað hefur verið bent á að vandamál þess verði ekki bara leyst með auknum fjárútlátum. Það er ekkert verið að tala þessar áherslur og það eru það sem gerist þegar 3 svona ólíkir flokkar koma saman að málamiðlanirnar verða svo miklar innbyrðis að það verður ekkert svigrúm fyrir það að eiga þetta samtal inn í þingið þegar kemur að svona mikilvægum málum. Ég held að það sé ágætt að hafa í huga. Ég er alveg sammála Sigurður Inga í því. Það er ákall alveg áberandi það í samfélaginu að það náist til einhvers pólitískur stöðugleiki. Ég held að við þurfum líka eins og að hafa það í huga að það er búið að vera ákall í samfélaginu pólitískar breytingar allt frá hruni. Og það er ástæðan fyrir því að þessir 3 flokkar eru samanlagt með sögulega minnsta fylgi sitt, raunar fjórflokkurinn allur, réttliðlega 60% í dag og það eru 8 flokkar á þingi. Og þessu ákalli breytingarnar hefur ekkert ennþá verið svarað. Ég held að það geti verið ágætið sátt þessa ríkisstjórn meðan hún hefur fjármuni til þess að ráðstafa, en við vitum það eins og að það verður mjög erfið sambúð þegar að þrengir að í þjóðarbúskapnum aftur. Kemur svipur á forsætisráðherra? Nei, mér finnst bara gaman að þessu. Þetta er greinilega mikil grínstemming hérna. Ég er alveg áttað með því og mér finnst bara dálítið kúnstugt þegar fólk fer að tala hinn miklu framfaraskref sem það vilja sjá stigin kerfisbreytingar í heilbrigðismálum. Sigmundur hefur oft útskýrt sínar hugmyndir kerfisbreytingar í heilbrigðismálum sem eru þær að færa Landspítalann
frá Hringbraut sem svo staðsetning sem við samþyktum eftir Það ekki bara það. eina af mörgum úttektum 2015. Ég bara vitni til þeirra kerfisbreytinga sem ég hef oft heyrt Sigmund tala fyrir, sem ágætt, en ég að horfa til þess og var að segja það hér á hana. Hér þarf auðvitað að setja heilbrigðisstefnu einmitt til þess að horfa í það hvernig við erum að fjármagna opinbera kerfið með ólíkum hætti og einkakerfið. Það forgangsmál hjá þessari ríkisstjórn. Ég vil líka minna á það að kerfisbreytingar sem við munum til að mynda sjá í landbúnaði á næstu árum snúast það hvernig við getum gert innlendan landbúnað, kolefnishlutlausan og í meiri sátt við umhverfis. Ég tel að sé kannski mikilvægasta kerfisbreytingin sem þessi ríkisstjórn ætlar að standa fyrir. Það að færa ólíka geira þessa samfélags yfir í algjörlega breytt umhverfi þar sem við erum að horfa á kolefnishlutlaust Ísland 2040. Þannig að mér finnst bara dálítið kúnstugt. En það snýst náttúrulega ekki matvælaverð sem við erum að greiða. Ef þetta snýst ekki þínar kerfisbreytingar, þá getur þú samt ekki sagt að þetta snúist ekki kerfisbreytingar. En það er aðeins að beina máli mínu hérna. Við erum að leipa allum að. Logi, þú ert að hlusta á þetta hérna og hefur örugglega viljað vera í þessari stöðu að vera í ríkisstjórn. Var það spælandi fyrir ykkur að ná því ekki? Nei, ég meina það voru vonbrigði að stjórnarandstaðan skildi ekki geta mynda stjórn þessi brýnu verkefni sem að lágu fyrir. Í fyrsta lagi innviðauppbyggingu sem aðeins ráðist í fjárlögum núna. Númer 2, veikustu hópum samfélagsins sem eru algjörlega skildir eftir og í þriðja lagi þá það verkefni sem að snýra því að ráðast gegn spillingu, leyndarhyggju, frændhygli sem að var 2 síðustu ríkisstjórnum að falli og það er ómögulegt með þessu stjórnarmynstri þannig að það eru vonbrigði. En hins vegar þá ég alveg sáttur í dag vegna þess að okkur var boðið að koma inn og ræða að vera með í þessu samstarfi og við höfnuðum því vegna þess að þessi þriðji þáttur sem ég nefndi hefði aldrei getað orðið í slíku samstarfi. Pólitískur óstöðuleiki, hann verður aldrei sigraður með núverandi stjórnarmynstri. En ég alveg hægt að skilja þetta því að þú talar stöðuleika og þú talar óstöðuleika. Já, það eins og Bjarni Benediktsson segir, hann segir að ríkisstjórnir falla ekki á stjórnarsáttmálunum, falla ekki á þessu stóra samkomulagi. Þau falla á þessum einstöku litlu atriðum sem óvænt kom upp á kjörtímabilinu og þau eftir að koma upp. Ég verð líka að tala mikið afstöðið að leipa Sunnu að hérna líka og Ingu, en bara nokkur orð Bjarni ef þau eru mjög nokkur. Ég er bara með nokkur sko. Menn tala hérna að þörfin, miklu þörf fyrir kerfisbreytingar. Hver hafa verið stærstu kerfisbreytingamálin sem hafa verið nefnt hér síðastliðin 10 ár? Evrópusambandið? Hvar það baráttumál í dag? Ég meina, Logi fær hér orðið, hann talar ekkert mikilvægi þess að gangi Evrópusambandið. Menn tala gjaldmiðlinn, þeir sem hafa talað mest að henda gjaldmiðlunum, þeir hafa bara ekki fengið stuðning í kosningum. Menn tala sjávarútveginn. Hvaða kerfi hefur tekið meiri breytingum síðustu 25 ár heldur en einmitt sjávarútveginn? Og hver niðurstaðan? Við erum með besta fiskveiðistjórnarkerfi í heimi, sköpum mest verðmæti og svo framvegis. Þannig að þetta er bara holur hljómur í því að það þurfi stanslaust að vera að taka kerfi sem að skila góðum árangri og kasta þeim upp í loftið í einhverjum pólitískum fimmleikum. Þetta bara rugl þessi umræða. Þorsteinn eftir að kasta fram nokkrum tillögum í vor. Ég vonaði... Ég held að fara að kasta fram vonandi standið við stóru orðin þessu miklu kerfisbreytingar sem enginn styður. Sunna, hvað segir þú þessi mál sem við erum að ræða núna? Mér finnst afskaplega áhugavert að heyra þetta tal hér. Nú sitja Sigurður og Bjarni og tala og vanda svona föðurlega fyrir okkur á einmitt ári kvenna. Þá skulum við nú samt vera stillt og ekkert hafa allt og hátt af því að nú sé komin stöðug stjórn og gott árferði og allt voða næs og flott. Við gleymum því samt ekki að það ástæða fyrir því að það var fólk sem hafði hátt. Við gleymum því ekki að það var pólitísk skipun í landsrétt og við ætlum að hafa háttuð það sama hvað einstaklingurum hérna við borðið finnst það. Mér finnst við vera komin inn í, mér finnst Sjálfstæðisflokkurinn reyndar alltaf í einhverju Voltaire skáldsögu þar sem við búum við besta heilbrigðiskerfi allra heilbrigðiskerfa og besta fiskveiðikerfi allra fiskveiðikerfa og svo framvegis og við eigum að bara þakka Guði fyrir það og vera stillt út af því af því að þetta nú bara það besta, allra mögulega bestra heima. Ég bara ekki sammála því. Já, við skulum bara vera það og ekki eitt besta land í heimi. Aðeins lægra, heyri ég hér við þetta borð og allt í góðu með það getur verið ykkar skoðun. Ég allavega ætla ekki að hafa neitt sérstaklega lágt á næsta ári og þótt að forsætisráðherra hafi svona ítt undir einhvers konar siðferðislega afstæðishyggju hérna við einhvern veginn
höfum ekkert mikið verið fyrir að taka pólitíska ábyrgð hérna á Íslandi. Það tek ég ekki undir það. Þannig að það sem að við gerum núna á næsta ári að ýta undir þetta, pólitíska ábyrgð, að fólk taki ábyrgð á gjörðum sínum og að það verði gagnsæi og upplýsingum allt það sem átti sér stað á þessu hérna ári, af því það ekki uppgert. Nei. Inga. Það ekkert að því að menn hafi hátt og það ekkert að því að menn tali hlutina, en það náttúrulega svolítið sérkennilegt þegar hér búið að vera marxismi hér í dag og hvað þá núna í umræðunum fjárlög verið að tala mesta ójöfnuð sem til sé og hann sé vaxandi þegar staðreyndin sú að við erum að keppa við gullið við aðrar þjóðir mesta jöfnuð. En ætti slíkt land ekki einmitt að geta útrænt? Jú, nákvæmlega. Fátækt 6.000 barna. Við ætlum að Hvernig ætlum við að gera það? Við ætlum að hlusta. Hvað hefur við gert? Við ætlum að leggjast í þá vinnu. Ætlum að hlusta? Og við erum að fara af stað. En við gerðum ekki alltaf á 4 vikum. Nú verður ráðherrann að hlusta líka að Inga í stjórnarandstöðu. Og hún ætlar að taka orðið núna. En þú ætlar ekki að vera þæg? Nei, ég verð alls ekki þæg. Ég ætla að vera mjög óþæg. En sko, staðreyndin svo að við eigum nú eftir að fá að sjá fjármálaáætlunina. Hún kemur núna bara snemma á vordögum það ekki það sem við eigum von á. Þá kannski fáum við frekar að sjá endanlega áherslurnar sem eru lagðar á til næstu ára. Þannig að ég verð að segja það nú eiginlega það mest spennandi í mínum huga að sjá hvort að þetta dásamlegasta land í heimi á að fá að vera fyrir alla landsmenn eða bara fá að útvalda gæðinga eins og hefur því miður verið ómikið Og ég er mest spenntið til því og ég segi líka, það komið tími til auðvitað sjáum við þeir sem að leiða ríkisstjórnin eða eru ríkisstjórnin í dag, eru gömlu fjórflokkarnir að brosa breytt á ný. Við skulum vona að það þýðir það að við fáum þennan stöðuleika, kjósendur og landsmenn eru búin að fá hundleið á því að vita aldrei hvort eru að fara að kjósa eftir nokkra daga eða ekki. Þetta er bara orðið bara allt í ruglinu. Heldur þið haldið þetta út hérna? Þetta er bara alveg í ruglinu og já, ég er að vona að þið gerir það. Ég er að vona það og ég vil vera bjartsýn og þangað til að ég sé það á nýju fjármálaáætluninni að þeir ætli ekki að lofa okkur öllum að taka þátt í góðærinu. Þá ætla ég að vera svona frekar hófleg en eftir það þá hvín mjög hátt í andstöðinu. Það nokkuð ljóst. Þannig að verða að vanda ykkur bara strá. Hvað ég sé bara bjartsýn og brosin í nýtt ár. Nú algjörlega að síga á seinni hlutan, eða ekki? Jú, og við ætlum að venda okkar kvæði í kross. Aðeins að fara, já, kannski á léttara. Já, fyrir skúrar heimar ykkur og svona. Ég ætla bara Nei, við ætlum að byrja á því svona, eða ekki, að tala það hvað stendur upp úr persónulega. Við byrja á þessum enda? Já, byrjum á þessum enda. Sigmundur Davíð, hvað stendur upp úr svona persónulega hjá þér á árinu svona í... The White Horse. Já, í rauninni... Þannig að ef þú horfir frá pólitíkina þess. Já. Hruta vinnuna. Það er samt svolítið erfitt eftir þetta ár því að þetta blandaðist nú allt svo mikið saman. Já. Pólitík og persónulega lífið. En það sem manni þykir auðvitað vænstum og jafnvel enn vænna heldur en samvinnustundirnar í pólitíkinni þegar maður hefur náð að gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni. Bara með fjölskyldunni í... Og er dagurinn hefðbundin annars dagur? Er hann svona alltaf eins hjá ykkur, hjónum og fjölskyldu? Já, ég er nú mikið fyrir hefðir, meðal annars með hátíðirnar og þetta er orðið hluti af hefðinni að koma og hitta ykkur. Og gaman að það ekki? Ég vil eitthvað bara skemmtilegt. Þetta var nú stór. Já, það væri nú betra. Bara hluti. Það væri nú sannlega betra. Svo er þetta nú bara eins og hjá flestum held ég. Hort á annála og áramótaskaup, borðaðu góð matur og flugeldar. Þetta vonast til að fá nýjan leikara á því á þessu sinni? Já, það stendur sér ágætlega svo sem hefur séð það. Ég hef ekkert út á hann að setja. Já. Hefur var að vinna þetta? Byrja á Þorsteini kannski? Þorsteinn? Þetta er þessi dagur hjá þér. Er þetta hefðbundin dagur og hvað stendur upp úr svona í einkalífinu? Já, þetta er mjög hefðbundin dagur. Við erum með heldilega 20 manns í mat í kvöld. Það er einfalt þegar maður græjar þetta með kalkún. Þannig að hann hefur það bara væntanlega mjög gott inn í ofninu núna. Og eldar þú eða frúin? Það er sem að eldar. Við gerum það yfirleitt saman. Ég fæ meiri ábyrgð í hátíðamatnum heldur en kannski hversdags. Hendur fuglinum inn áður en komst hingað? Hendur fuglinum í ofninu áður en komst hingað? Nei, hann var á leiðinni inn. En þetta er búið að vera 4 ár. Maður var ráðherra og svo var maður ekki ráðherra. En ég tók líka við fluttum í upphaf árs og það var svona fyrsta verkefnum mitt var að skræla eitt hús og endurbyggja samhliða því sem ég var að vera ráðherra. Segir kannski eins og hacker í Yes Prime Minister, hann sagði one day you're out of your office and then you're out of office.
Sunna, hvernig er þessi dagur hjá þér og hvað stendur svona upp úr í prívatlífinu? Ég borða venjulega með mömmin og pappa og ömmu mín og afa. Við höfum nú gert það í Mosfellsbænum þar sem að foreldrar mínir búa, en nú eru amma og afi orðin svona mikið heldri borgarar, þannig að við förum til þeirra upp á Akranesi og snæðum þar og svo fer ég í bæinn. Ég er nú freka mikið partípía, þannig að það verður örugglega eitthvað partí standa mér í kvöld. Og ég er svona farin að hafa það fyrir sið núna allavega síðustu árin að fara upp á Hallgrímskirkju og fylgjast með flugeldunum þar. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Það er ekki stórhættulegt, samt? Jú, það er stórhættulegt, en það er bara svona smá spenna. Adrenalín kikkin í nýja árið, það er bara fínt. Mér finnst það allavega skemmtilegt. Og svona, hvað ári var þar, ég fór í svona netta heimsreisu, eða svona halva. Ég fór til Ástralíu og til Bali í Indónesíu og svo líka til Frakklands og Þýskalands og svona. Ég hefði ykkur 4 vikur til þess að dunda mér að heimsækja hérna ýmsu vini mína sem var búa víðsvegar heiminn og ég eignaðist þegar ég lærði í háskóla út í Hollandi og það var gaman að sækja á heim. Ég hef ekki hitt þau mjög lengi, þannig að það var svolítið skemmtilegt að hitta þau heima hjá sér. Svona hinum meginn á hnettinum, ég fannst það mjög gaman. Það stóð örugglega upp úr hjá mér. Sigurður Ingi, þú ert hrifin af pizzum, þú bauðst það. Ég er ekkert sérstaklega hrifin af pizzum. Er það í matinn í kvöld? Það er svo góður pizzustafur hérna í sveit að við verðum alltaf að borða pizzur ef að koma gestir. Nei, það er hérna kalkún. Það má vera, mér finnst það ekki sérstaklega. Pizza með kalkún. Eins og hérna á mér sérst sko, þá finnst mér nú flestum matur góður sko. En nei, við höfum haft það þó nokkur ár að systkinin, fjölskyldan komum saman og við segjum svona eitthvað sem við á þostinni yfir 20 með einhverja 2 kalkúna og minn leggur ber ábyrgð á öðrum kalkúnum. Ég náði að taka þátt í fyllingunni í gærkvöldi. En hefðu ekkert gert að viti í dag. Þú ert náttúrulega mjög vanur að setja hendur þínar inn í dýr. Ekki endilega kalkúna. En hins vegar þá hérna hef ég ábyggilega verið einn af þeim sem að Íslendingum sem að þegar ég var barn þá var sem sagt kalkúnarækt í hverfinu sem ég ólst upp í, þannig að ég hef nú séð þessi dýr alveg frá því ég var 7-8 ára. En annars lærði ég bara á þessu ári og svona helsta hérna að maður skildi ekki vanrækja fjölskyldu, vini og heilsu, þannig að ég hef sett mér það háleita markmið að árið 2018 sé bæði ár lýðheilsu einstaklings og samfélags og að sinna betur bæði fjölskyldu og vinum heldur en ég náði að gera á síðasta ári. Maður á ekkert að fresta þessu. Nei. Kemur bara í baki á manni. Það er fram áramótaheitt hér. Arkitektinn, Akureyringurinn og svo framvegis. Hvernig eru jólin áramótin hjá þér og hvað stendur upp úr? Þau eru ólík því sem vanalegt er núna vegna þess að kona mín og stelpa koma suður til að ég geti verið hérna og skála við ykkur í reiðivinnu og þurfu ekki að keyra. Strákurinn er í útlöndum, þannig að þetta er bara með hefðbundnu sniði. Við hittum vini og vandamenn í kvöld, vini aðalega. Þetta árið er hins vegar búið að vera býsna merkilegt og það sem að mér hefur þótt áhugaverðast við þetta árið er að það eru svo ótrúlega margir miðaldra kallmenn sem eru inn í skápnum sem tískulökur. Vegna þess að ég fæ fleiri pósta klæðaburð minn heldur en það sem ég segi. Ég má ekki vera með palestínu klút og ég má ekki vera með grænni skyrtu vegna þess að það er þannig að það er áhugavert og það væri mjög gaman ef að þessir menn myndu stíga fram núna á næsta ári og opinbera sig undir nafni. Það getur verið ný skemmtileg bylting. Bjarni. Já. Hvernig verður dagurinn hjá þér eða það sem eftir er ánum og kvöldið og hvað er svona stóð upp úr persónulega hjá þér? Já, ég fór á ríkisráðsfund eins og vanir fyrir ráðherra í morgun og svo fór ég heim og ég straujaði dúk sem er fyrir 10 manna borð. Hann var nýkominn á þvottavélinni, þannig séð, hann þotnaði í nótt. Það var talsvert mikið verk. Já. Og svo lagði ég á borðið og Skreytti köku? Það er engin kaka skreytt í dag, við fáum kalkúna. Heyrðu, þetta voru svona ár bæði sigra og sorga, sko. Það er ótrúlegt að hafa tekið þátt í 2 ríkisstjórnarmyndunum á einu ári. Þannig var það nú hjá mér þetta árið. Það var erfitt að missa Ólöfu Nordal. Árinu. Hún var ekki bara pólitísku félagi, hún var líka persónulegu vinur. Já, hún var það, sko. Ég safnaði margar góða veiðisögur
í sumar. Já. Hvað var sá stærsti stór? Já, ég misti fiska, ég misti líka bát niður foss. Og hérna... Þú varst ekkert borð þá, sem það? Nei, sem betur fer. Og svo stóð ég upp á Heklu í fyrsta sinn. Það var skemmtilegt, ævintýri. Er það ekki snar bannað að fara upp á þessu Heklu? Nei, það er alveg hægt. Það var bara talsvert fjölmenni þar. Og þannig að svona útiveran í sumar var eftirminnileg. Auðvitað bara þegar maður á lítil börn líka að fylgjast með þeim í öllu því sem þau eru að baksa og Þeir að þroska? Þeir að þroska, það er að tínast tennurnar úr dóttur minni og hún er alltaf að taka breytingum. Þetta hefur verið annarsamt ár hér. Já, það var margt að gerast. Inga? Já, hjá mér? Já, hvað stóð upp úr? Já, það er þetta allt saman skrýtna sem ég er búin að upplifa. Það stendur upp úr sérstaklega hvað ég á óbúslega mikið af góðum vinum og yndislega fjölskyldu. Ég er búin að njóta mikil stuðnings allt þetta ár og sem að í rauninni er búin að koma með þangað sem ég er í dag, hingað, Kryddsíldina. En ég segi Er það ekki hápunkturinn? Hápunkturinn að koma hingað í Kryddsíldina? Jú, þetta er algjör toppurinn, en í rauninni þá, já, ég segi svona eins og sumir aðrir hafa kannski sagt, þetta er ekki alveg hefðbundið í dag, þetta er svolítið mikið öðruvísi. Ég hef nú venjulega staðið á þessum tíma heima og verið að fylla eitthvað. Ef ég verið ekki að fylla mig, þá hef ég verið að fylla lamb eða eitthvað svoleiðis. Og í rauninni þá voða vinsælt að vera með eitthvað úrbeinaða lamb og vera með fyllingi það, frekar en kalkún. Við erum meira svona memi hjá mér. Og svo er það bara vinir hittast og alltaf veislu og eitthvað svoleiðis skemmtilegt. Ég fer aldrei neitt. Ég get sagt eitthvað til gamans að fyrstu jólin mín og áramótin hér, 94, þegar ég var nýflutt hingað, þá vorum við búin að heyra það að það væri frábært að koma upp að Perlunni og sjá bara þvílíku flugeldarsýningu, bara veraldarsýningu allra tíma hún væri hér við Perluna. Þannig við sópuðum, þá voru allir krakkarnir ennþá heima og sópuðum út í bílinn, 4 stykki og 1 gestur og vorum yfirhlaðin, bara svo Grímur Grímsson, ég vona að sé ekki að hlusta á þetta. En þegar við komum að bensínstöðinni í Álfheimum, þá vorum við bensínlaus. Þannig að nákvæmlega stóðum við þarna bensínlaus á bensínstöðinni þegar áramótin gengu í garð og allt byrjaði og við náttúrulega sáum ekki neitt nema bara furðulegt hissa, alveg steinhissa fólk að sjá okkur þarna. Þannig að ég hef ekki komið hingað, stemt hingað á Perluna. En það var gott að vera nóg á tankinum hjá þér í dag. Já, nú er ég uppið tankana hérna í Grafarholtinu. Það er líka alveg geggjað útsýni og þá bara ætla ég að standa þar í kvöld. Katrín, ég er eiginlega veltaði fyrir mig hvað kona, önnur konan í pólitískri sögu á Íslandi myndi segja að spyrja hana hvað stendur upp úr hjá þér persónulega á árinu. Getur það verið? Já, það stendur nú upp úr að undanfarinn áratug höfum við hjónin átt bíl sem hefur ekki komist út fyrir bæjarmörkin, en hann sem sagt endaði sína lífdaga snemma árs þegar ég fór með hann á verkstæði og maðurinn neitaði að gera við hann, þannig að hann fór í svona þjöppun og við vorum svo í bíllaus nokkra mánuði, sem var bara mjög fínt, en keyptum svo bíl og allt í einu fannst okkur svo geðveikt að vera á bíl sem komst út á land, þannig að við vorum út í sveit allt sumarið og það var svo stórkostlegt og skemmtilegt og við prófuðum, ég held við höfum farið í svona 20 sundlegar og gerðum samanburðarrannsókn, þannig að það fannst mér nú skemmtilegast á árinu, þrátt fyrir ég að orðið forsætisráðherra, sem er ágætt líka, þá var það samt eiginlega algjörlega magnað að ferðast þetta frábæra land og hitta fólk og sjá hvað eru ótrúlega margir fallegir staðir. Ég er nú eins og sem ekkert, auðvitað hefur við alltaf farið út á land, en það hefur alltaf verið þannig að ekki treyst gröðnum. Fengið lánaðan bíl eða farið með einhvern veginn og tróðu okkur upp á aðra, þannig að þetta var bara stórkostlegt. Þetta var nýtni mín sem gerði það verkum ef við áttum þennan bíl, sem sagt, svo lengi, svo var sem sagt komið gat á botninn. Þannig að þegar það var svona vindhverf. Þetta hlaupa með bíl? Já, ég meina þetta var svona, ég var komið með endurskoðunarmið á hann og fór með hann á verkstæði en bara sem sagt fekk nei. Þannig að það var ákveðin hápunktur, þetta ferðalag um landið. Og ég er bara svo þakklátt bifvélavirkjan. Hvernig verður gamlársdagur? Er gamlársdagur hefðbundin? Gamlársdagur er frábær. Er hann hefðbundin? Þá var nefnilega sonur minn afmæli og hann er 10 ára í dag og ég vaknaði kl. 7 til að gera pönnukökur og svo hef ég ekki séð hann. Hann var hins vegar skipaður stjórnarformaður Byggðastofnunar á árinu, sá sonur. Þannig að þetta var líka stórt ár fyrir hann. Í misgripum fyrir annan mann. Og hann var sérstaklega skilupphöfð til þingsemundur að venju. Gera hvað til hans. Ég gerir það. Og hann fær að ráða matnum í kvöld og hann vill hafa tapas.
Þannig að það verður Og það alltaf þannig að hann á afmæli á þessum degi að hann fær að ráða matnum? Já, eitthvað verður að gera fyrir barnið, ekki mammans með honum. Það verður að breysta alveg frá Heinz þá og upp í tapas? Það bara verið ýmislegt, sko, áriðin. Og við fáum vín okkar í mat og þetta verður svona eitthvað. Já. Alltaf gaman. Thelma, þá erum við eiginlega komin á leiðarenda með þetta ágæta fólk hér við þetta borð, en við erum ekki búin að kveðja samt. Við ætlum að skjóta eins og venjulega gert. Við skjótum við knöllum hérna saman og blásum í flautur. Gerum það hérna á eftir. En það er líka... En áður en við gerum það. Það langar við svo til að þakka ykkur öllum fyrir að vera hérna með okkur og með þeir sem eru að horfa. Og virkilega ánægilegt alltaf að fá ykkur og fá aðeins innsýn inn í stjórnmálin, inn í pólitíkina, rýna aðeins á bakvið tjöldin, sjá manneskjurnar á bakvið stjórnmálamannin. Það er mjög skemmtilegt og takk fyrir það. Kemur alltaf jafn mikið óvart að sé manneskja á bakvið stjórnmálin. En það kemur alltaf í ljós einu sinni ári. Er það ekki? Jú. Segjum þetta gott. Edda. Nei, og við ætlum þessu næst að skála fyrir ykkur, fyrir þjóðinni og fyrir öllu sem eru að horfa. Og framtíðinni. Og vonum að 2018 verði gott ár fyrir okkur öll og fyrir ykkur öll þarna úti. Og við náttúrulega á fréttastofunni þökkum kærlega fyrir samfylgdina á þessu ári sem er að líða og vonum að 2018 verði frábært ár fyrir ykkur öll. Skál. Skál fyrir Íslandi. Skál. Jú, svo við hnykkjum svolítið á þessu. Þetta var Kryddsíld 2017 og það er komið þessi sígildi tími til að kveðja. Það farið að skyggja aðeins hérna fyrir utan perluna. En við á Fréttastofu Stöðvar 2 þökkum gestum okkar eins og ávallt og ykkur öllum samfylgdina í dag og árinu sem ánúdaldi stutt eftir. Óskum ykkur farsældar á nýju ári. Hlökkum til að vera með ykkur hverjum einasta degi. Við ætlum að ljúka þess á ljúfum nótum með Sigríði Thorlacius og Guðmundi Óskari Guðmundssoni gítarleikara. Við gerum ráð fyrir því að þau séu hérna handan við hornið. Ég vona það að minnsta kosti. Verðið sæl, hittust heim. Yes, sir, I can boogie, but I need a certain song. I can boogie, boogie, boogie all night long. Yes, sir, I can boogie. If you stay, you can't go wrong. I can boogie, boogie, boogie all night long. No, sir, I don't feel very much like talking. No, neither walking. You wanna know if I can dance?